Rektor, góðir gestir, velkomin á þessa málstofu sem að fjallar það áhugaverða málefni eignarhald á jörðum á Íslandi eða eignarhald á landbúnaðarlandi, og það svolítið skemmtilegt til þess að hugsa að mjög mörg af þeim málefni sem verið að fjalla hér við Landbúnaðarháskóla Íslands eru málefni sem eru mjög ofarlega í huga fólks, og eins og við þekkjum að þá eignarhald á landbúnaðarlandi eitt af stórum málum Íslands og hefur verið í gegnum áratugina og aldirnar. Þetta verkefni kemur úr þeim rannsókna- og samstarfssjóði sem að skólinn með atvinnuvegaráðuneytinu og gríðarlega brýnt til þess að sýna fram á raunverulega hvað að gerast. Þegar umræðan getur eins og verið oft í hæstu hæðum og við vitum ekki nákvæmlega hvað í gangi. Og eftir því sem þessi vinna hélt áfram og við sáum niðurstöðurnar, að þá voru þær alltaf meira og meira spennandi. Og niðurstöðurnar, eins og hefur kannski verið að, eru kannski ekki alveg það sem fólk hefur átt von á. Og af nákvæmlega þeim ástæðum ætla ég að tala sem minnst og rétt að hjálpa ykkur við að koma þess að stað. Því að hér eru niðurstöður sem ég held að fæstir eigi von á. En ég heiti sem sagt Eyjólfur Guðmundsson og deildarforseti fagdeildar okkar hér eða okkar fagsviðs hér við skólann og mun stýra hér deginum í dag ásamt pallborðum sem eftir verður. Dagskráin byrjar með ávarpi atvinnuvegaráðherra Hönnu Katrínar Friðriksson. En eftir því koma skýrsluhöfundar, Torfi Jóhannesson og Hlökk Theódórsdóttir, og fara ítarlega yfir skýrsluna og svara þessum spennandi spurningum sem eru farnar að liggja hérna í loftinu. Að því loknu munum við fá kynningu frá Landi og Skógu, þar sem að Hrefna og hún Hrefna Jóhannesdóttir mun kynna fyrir okkur flokkun ræktunarlands á Íslandi. Að því loknu erum við klár í pallborðsumræður með allar upplýsingar í höndum eignarhaldið, flokkunna, og getum verið að velta fyrir okkur hvað í ósköpum að ganga á. Og þar erum við með góðan panel, þar sem við höfum Hlökk, Hrefnu, Anton Kára Haraldsson, sveitarstjóra, og Sæunn Kolbrúnu Þórólfsdóttur, skipulagsfulltrúa Skagafjarðar. Allt saman fólk sem þekki mjög vel til þessara málaflokks. Að lokum mun rektor Landbúnaðarháskólans, Ragnheiður Þórarinsdóttir, vera með stutta samantekt og ræðum næstu skref, því alveg eins og öll önnur sönn rannsóknarverkefni að þá erum við rétt að byrja og þá eftir að svara mörgum spurningum. Að því loknu vil ég bjóða á atvinnuvegaráðherra að koma og vera með ávarpið. Gjörðu svo vel. Kæra þakkir, Eyjólfur. Aðeins að fá að endurraða hér. Vona ég hleypi ekki öll í uppnám. Það gott að vera hérna með ykkur í dag á Hvanneyri á þessari málstofu eignarhald landbúnaðarlands á Íslandi, og ég sérstaklega glöð með það að ég held að ég nái að vera hérna allan tíman til hádegis og fylgjast með það, því að eins og Eyjólfur fer yfir þá þetta mjög áhugaverð dagskrá og það verður alveg klárlega mjög upplýsandi. Ég hef haft tækifæri til að renna yfir skýrsluna og það alveg rétt. Þetta eru svona sláandi niðurstöður stöðuna og samanburð hjá okkur við önnur lönd og annað slíkt, en góðu fréttirnar eru. Það líka tillögur til aðgerða og þær eru þess eðlis að okkur eiginlega á ekki að vera neitt af landbúnaði að bæta úr því sem þarf að bæta úr. Þetta auðvitað viðfangsefni sem að snertir okkur öll, þó við séum sennilega fæst okkar að velta þessu fyrir okkur, þar að segja jarðamálum svona dagsdaglega. En þetta efni hefur augljósa snertifleti við landbúnað, við byggðaþróun og við skipulag lands, og í því samhengi skarast það auðvitað á við áherslumál ríkisstjórnarinnar nýliðun og kynslóðaskipti í landbúnaði, sem og við fyrirhugaðar breytingar á jarðalögum. En þær breytingar eiga meðal annars að hafa það að markmiði að stuðla að nýtingu á ræktarlandi til búrekstrar. Síðan eru auðvitað þessi augljósa tengsl við fæðuöryggi þjóðarinnar og hvernig við nýtum takmarkaðar auðlindir landsins til lengri tíma.
Og það er ekki tilviljun að eitt af grundvallaritum Íslandssögunnar, Landnáma, fjallar hvernig menn tóku land, helguðu sér það og byggðu síðan samfélag á grunni þess. Af því landi var auðvitað allt í senn, þetta var rými, þetta var forsenda framfærslu, valdastöðu og samfélagsgerðar. Þannig að land, búseta og samfélag hefur alltaf verið nátengt í íslenskri hugsun. Við þekkjum það að landareign fylgja bæði réttindi og skyldur. Eigendur lands geta til dæmis þurft að sæta því að land sé tekið til innviða uppbyggingar, svo sem vegna vegaframkvæmda, raforkuflutnings, hitaveitu eða fjarskipta. Og þá eru líka í gildi ákvæði almannaréttar sem hefur þetta djúpar sögulega rætur og lúta rétti almennings til að fara land. Og þannig að land er bæði einkaréttarleg eign og sameiginleg auðlind. Megnið af landinu okkar er í sameign þjóðarinnar og það á auðvitað við land flestra þéttbýlisstaða, þjóðlendur, þjóðgarða og nokkur fjölda ríkisjarða, en síðan er stór hluti láglendis utan þéttbýlis í einkaeign. Og sumt af þessu landi er í eigu fólks sem býr á jörðunum og stundar það búskap eða annar rekstur, en í öðrum tilvikum eru tengslin á milli eignarhalds, búsetu og nýtingar óljósari. En eins og kemur fram í skýrslunni er eiginlegu búrekstur stundar á við innan við þriðjung lögbýla á Íslandi. Í ljósi þess alls skiptir máli að við séum meðvituð jafnvægið milli þess að virða eignarrétt og tryggja að regluverk land og jarðir taki mið af almannahagsmunum. Það er auðvitað viðfangsefnið. Það þarf að taka mið af almannahagsmunum, fæðuöryggi, náttúruvernd og framtíð dreifðra byggða. Og skýrslan sem við ræðum hér í dag er mikilvægt innlegg í umræðunum öll þessi atriði, því þar er fjallað lagaumhverfi eignarhald á landbúnaðarlandi á Íslandi, þróun þess, skipulagsmál og svo samanburðarlönd við nágrannalönd og reglur innan Evrópska efnahagssvæðisins. Í skýrslunni er líka þörf ábending það að við þurfum að hafa betri yfirsýn. Við þurfum að vita hver á landið, við þurfum að vita hvernig það er nýtt, af því að landnýting í dag snýst eins og við vitum meira en hefðbundinn landbúnað. Þannig að það hvernig við nýtum landið er undirstaða margra þeirra verkefna sem við í íslensku samfélagi stöndum frammi fyrir. Við vitum að það er mikið af góðu ræktarlandi sem er í lítilli nýtingu og Ísland er í raun og veru eitt fárra landa í heiminum þar sem gott ræktarland, mikið af góðu ræktarlandi, er ekki nýtt nægilega vel og í þessu felast auðvitað tækifæri sem okkur ber að nýta betur og það er svolítið áhugavert í ljósi þess að okkur og það er eðlilega tíðrætt að aðstæður til landbúnaðar hér á landi eru ekki endilega jafn góðar af ýmsum ástæðum og við lönd í kringum okkur á sama tíma síðan og staðan er svo að við erum ekki að nýta endilega eins vel og við gætum okkar besta ræktarland. Það er auðvitað þversögn og við þurfum að bregðast við þessu. Varðandi þessi verkefni sem við stöndum frammi fyrir mætti nefna endurheimt landgæða, skógrækt og kolefnisbindingu og síðan byggðaþróun auðvitað ferðaþjónustu, orkuöflun og orkudreifingu. Allt þetta krefst lands og staðreyndin er svo að við erum oft á tíðum að tala sama landið. Og þess vegna þurfum við að taka alvöru umræðu líka forgangsröðun. Hvar á landbúnaðurinn að njóta verndarinnar, hvar eiga nýir atvinnuvegir að vaxa og hvernig tryggjum við að orkuinnviðir og önnum mannvirki byggist upp án þess að gengi sé óþarflega á verðmætt ræktarland. Hvernig tryggjum við að ákvarðanir dagsins í dag, sem eru nauðsynlegar samfélaginu í dag, þrengi ekki ofa möguleikum næstu kynslóða. Þetta eru auðvitað ekki sér íslenskar áskoranir og mörg ríki í Evrópu hafa sett reglur eignarhald, nýtingu, forkaupsrétt, búsetu eða vernd landbúnaðarlands. Þessi lönd hafa farið ólíkar leiðir en markmiðin eru oft svipuð, að tryggja að landbúnaðarland haldist í virkri nýtingu, að sporna gegn óæskilegri samþjöppun og styðja við byggða og matvælaframleiðslu. Það er líka mikilvægt hér að minna á að hvorki samningurinn Evrópska efnahagssvæðið sem við erum aðilar að, né mögulega aðild að Evrópusambandinu, ef til hennar kemur, útiloka að ríki seti sér slíka reglur landbúnaðarland og nýtingu þess. Þær þurfa vissulega að vera málefnalegar, þær þurfa að vera sveigjanlegar eftir aðstæðum og þær mega ekki mismuna eftir þjóðerni. Í mínum huga er augljóst að við þurfum að hafa skýrt og gegnsætt regluverk sem þjónar þeim samfélagslegu markmiðum sem við höfum sett okkur. Regluverkið á þannig ekki að útiloka eða loka á eðlileg viðskipti eða draga úr frumkvæði þeirra sem vilja stunda búskap, ferðaþjónustu eða skapa önnur verðmæti í dreifbýli.
heldur veita okkur tiltekna samfélagslega yfirsýn þegar kemur að því að verja þá hagsmuni sem markaðurinn einn og sér gætir ekki alltaf af. Og þar koma sveitarfélögin sterk inn. Þau fara með skipulagsvaldið og hafa þar með auðvitað ákveðnu lykilhlutverki að gegna þegar kemur að ráðstöfun lands. Og skýrslan sem við erum að ræða hér í dag bendir á að mörg sveitarfélög hafa þegar mótað sér stefnu verndun góðs ræktarlands í samræmi við ákvæði landsskipulags. Skýrslan bendir líka á að framkvæmdin mismunandi á milli sveitarfélaga og að það skortir yfirsýn yfir raun áhrif þeirra stefnu, það er að segja samræmdari sýn. Og þetta kallar á skýrari nálgun á okkar hálfu. Skýrslan veitir eðlilega ekki svör við öllum þeim spurningum sem vakna við lestur hennar, hún á ekki að gera það. Hún á hins vegar og gerir að það er að gefa okkur betri grundvöll til þess að spyrja réttu spurningana og leita síðan svara í kjölfarið. Hvernig viljum við að eignarhald á landbúnaðarlandi þróist, hvaða upplýsingar þurfa stjórnvöld og sveitarfélög að hafa og hvernig tryggjum við að landbúnaðarlönd haldist í virkri og skynsamlegri nýtingu og hvernig samræmi við eignarrétt, atvinnufrelsi og almannahagsmuni. Þetta eru lykilspurningarnar sem kalla á vandaða umræðu á breiðum grunni. Það kalla á samstarf stjórnvalda, sveitarfélaga, bænda, landeiganda, fræðslusamfélags og annarra sem vinna að framtíð dreifbýlis og matvælaframleiðslu á Íslandi. Og mér langar til að þakka höfundur skýrslunnar fyrir þeirra vinnu og þakka Landbúnaðarháskólanum fyrir að standa að þessari málstofu og ég vona að þessi viðburður hér í dag og mun leggja mitt að mörkum til þess verði ekki aðeins kynning á einni skýrslu, jafn mikilvæg og hún heldur upp á markvissri umræðu hvernig við förum með landbúnaðarland sem takmarkaða auðlind, framleiðslu grundvöll og hluta af framtíð byggða á Íslandi. Ég hlakka til að fylgjast með umræðinni hér á eftir. Takk fyrir mig. Ráðherra, kærar þakkir fyrir góð orð og góða brýningu og sérstaklega áhugaverðar spurningar það hvernig við förum að því að nýta okkar land og forgangsraða þeirri nýtingu. Hver ákveður það? Það verður mjög fróðlegt að eiga það samtal síðan við skipulagsfulltrúa og sveitarstjórnarfólk í pallborðum hér á eftir. En án frekari tafar þá bjóðum við skýrsluhöfunda velkomna upp á svið, Hlökk Theodórsdóttir og Torfi Jónsson. Gólfið ykkar eins og sagt gjörið þið svo vel. Komið sæl allsamur, gott að vera með okkur í dag. Nú tæknin að smella í hús. Ég klikka hér. Já, best með kynna þessa skýrslu sem að að koma út núna. Við klárum hana fyrir nokkrum vikum síðan en vorum að leita eftir að bíða eftir góðum degi. Og ég mun byrja og svo tekur Hlökk við svona miðbyggið og klára þetta. Hvað ætlum við að reyna? Við lögum af stað með það markmið að greina íslenskt lagaumhverfi og bera það saman við nágrannalöndin og Evrópusambandið. Og svo ætlum við líka að greina eignarhald á lögbýlum, rýna þess lögbýlaskrána og reyna átt okkur á því hvernig þetta lítur nú allt saman út. Og þetta tókst allt saman meira að minna bara ágætlega og ég ætla að fara, eða við förum yfir það núna, hverju okkar helstu niðurstöður voru. Af hverju erum við að tala um þetta? Af hverju erum við að tala um land? Jú, fyrst og fremst, land takmörkuð auðlind, nokkuð augljóslega og sem grundvöllur ræktunar í heimi þar sem við erum sífellt meira að hugsa fæðuöryggi, við erum að hugsa loftslagsbreytingar, við erum að hugsa aukna eftirspurn, þá skiptir máli hver á landið. Við búum líka á landinu. Landið ekki bara eitthvað fasteign eins og bíll eða íbúð vegna þess að við búum á því og þjóð sem ekki á landið sitt, hún landlaus. Og þess vegna náttúrulega, má segja nánast heimspekilegu vangavelta, getur land verið einkaeign. Á Grænlandi til dæmis land ekki einkaeign, það má enginn eiga land þar. En svona þetta nú samt, en það þýðir vissulega að það skiptir máli hver á landið og það skiptir mjög miklu máli hvað reglur gilda nýtingu á landinu.
Og þetta er ekki bara íslenskt viðfangsefni, þetta er alþjóðlegt viðfangsefni og öllum þjóðum er mjög umhugað bæði eignarhald og nýtingu á landi. Og það gilda víðast sérstakar reglur vernd á ræktarlandi, nýtingu á ræktarlandi og eignarhald og viðskipti með land. Og þetta skiptir máli vegna þess að virði lands fer vaxandi og eftirspurn eftir góðu ræktarlandi eykst. Og það er líka eftirspurn eftir landi til orkunýtingar, til náttúruverndar, töluvert það bæði í Danmörku og Bretlandi, þar sem ég reyni að fylgjast með, það sem að auðkýfingar eða ríkar fjölskyldur kaupa landbúnaðarland til þess að gera það að náttúrulandi. Það er töluvert uppkaup á landi í Austur-Evrópu af fjársterkum aðilum í Mið-Austurlöndum til matvælaframleiðslu til að tryggja sig til lengri tíma. Þannig að þetta er eitthvað svona sem er töluvert mikið í umræðunni og það er mikið að gerast þessa áratugina. Þannig að þetta skiptir máli, þetta er mjög mikilvægt. Evrópusambandið, ráðherra minntist á það hér og við getum ekki haldið neina málstofu þessar mánuðina nema að tala um Evrópusambandið. En þar gilda engar sértækareglur landbúnaðarland, eignarlandi eða viðskipti með land. Og heldur þetta eitthvað sem að einstök ríki geta sjálf sett sínar eigin reglur. En það gilda almennar reglur tengdar fjórfrelsinu, tengdar innri markanum. Og á grundvelli þeirra þá hefur framkvæmdastjórnin gefið út leiðbeiningar til aðildarríkjanna sem byggja þá á því svona túlkun á svona þessum reglum almennt frelsi til viðskipta og á þeim dómum sem hafa fallið. Þessar leiðbeiningar eru ekki bindandi en þær eru svona hugsaðar til þess að minnka líkurnar á því að þurfa að koma til dómsmála tengt reglum í löndunum og vissulega eru sum lönd sérstaklega í Austur-Evrópu sem eru ekki að fara alveg eftir þessum leiðbeiningum og það er bara eins og það er. En þetta þýðir að það gilda mjög mismunandi reglur landnýtingu, viðskipti og eignarhald í löndum Evrópusambandsins. Þannig að það að segja að svona er þetta í útlöndum, það þýðir ekkert að segja það. Við getum sagt hvað sem er. Því að það er svo margt sem er til. Til að mynda. Við förum yfir þetta í skýrslunni og hvetjum ykkur eindregið til að lesa það en meira segja innan Norðurlandana er mjög ólíkar nálganir á það hvernig er farið með þetta. Í Svíþjóð til dæmis geta fyrirtæki nánast ekki átt land. Það eru reglur það að ef fyrirtæki ætlar að kaupa land þá þarf það að láta af hendi og selja til einkaaðila jafn mikið af landi á móti. Þessar reglur tengjast upphaflega skógrækt sjálfsögðum eins og allt annað í Svíþjóð. Þannig að þar geta bændur til dæmis ekki fært sitt land inn í einkahlutafélag í sinni eigin eigu. Það er einfaldlega ekki hægt, eins og er hægt hér og víða annars staðar. Í Danmörku hins vegar voru býsna strangar reglur hverja mátti eiga land. Þær hafa nánast alfarið verið afnumdar. Þannig það er núna mjög mikið frelsi hver getur átt land og hvernig þetta sameina jarðir og skipta þeim upp. Og þetta er allt gert til þess að tryggja alþjóðlega samkeppnishæfni dansks landbúnaðar. Þannig þar sagði við þurfum að fá alþjóðlega fjárfesta, fagfjárfesta inn. Við viljum að þessar aðilar koma og kaupa í landið. Auðvitað þýðir það að landverð hefur hækkað mjög mikið og þetta þýðir að landbúnaðurinn verður mjög intensífur. Þannig það er ákveðin galla við þetta og við sem fylgdust með í Danmörku sáum hvað landbúnaðurinn spilaði stór hlutverk í kosningaumræðinni núna og mun hafa það núna áfram. Þannig að þetta er alls ekki óumdeilt en þetta var svo leið sem að Danir völdu. Finnlandi eru nánast engar reglur hvert má eiga eða kaupa land. Allir útlendingar meira sig utan Evrópska efnahagssvæðisins geta gert það. Það er aðeins svona reglur sem tengjast varnarmálum en annars mjög lítið. Í Finnlandi er ekki einu sem lögbýlaskrá. Þeir veit ekki hverjir eiga landið. Þeir veit ekki hversu margir útlendingar eiga jarðir. Mjög svipað í Bretlandi þar er þó skráning. Það er mjög víða einhvers konar nýtingarskylda, ræktunarskylda, skylda til þess að halda landi í góðu landbúnaðarhæfu ástandi og það er víða einhvers konar búsetuskylda, svolítið mismunandi. Það eru víða ýmiss konar íhlutun í viðskipti. Sums staðar er leyfisskylda, sums staðar er forkaupsréttur tryggður og það er svona margs konar
tegundir af íhlutun það hvernig má fara með viðskipti land. Og bara því að við komum á þá eftir, það eru víða hömlur á eignarhaldi bæði dánarbúa og það líka hömlur á, eða reynt að vinna markvisst gegn sameign lands. Af hverju? Jú, það vegna þess að við viljum yfirleitt reyna að hafa virkt eignarhald á landi. Að við séum með eiganda sem við getum tala við og sem hefur skoðun á því hvað hann vill gera með landið. Því að þannig tryggjum við heilbrigða byggðaþróun og svona heilbrigða atvinnuumhverfi. Og eitt sem við sáum líka að sumar þeim takmörkunum sem eru á viðskiptum og eignarhaldi, Noregur kannski mjög gott dæmi, þar sem tiltölulega erfitt fyrir bændur að kaupa meira land eða eignast fleiri jarðir og við sjáum þetta, jarðir í Noregi eru mjög litlar. En það hins vegar leiðir til umfangsmikils leigufyrirkomulags. Einhvers staðar sá ég að 40% af öllu landbúnaðarlandi í Noregi er leiguland. Þannig að markaðurinn finnur þá aðra leið og það er ekkert endilega betra að jarðir séu mjög litlar og allir bændur séu svo að leigja land við hliðina heldur en það að þeir geti keypt þessar jarðir og lagt þær saman. Þannig að við svona, já, það getur verið gott að hafa takmarkanir en það er ekki alltaf gott. Við þurfum líka að tryggja eðlilega þróun í eignarhaldinu og eðlilega þróun í nýtingu á landi. Hvernig staðan hjá okkur? Bara 5 punktar hérna sem að tengjast þessum samanburði við önnur lönd. Hér engin búsetuskylda eins og er víða og kannski mjög erfitt með að sjá fyrir sig hvernig það hægt að koma inn á með góðu móti. Það heldur ekki skylda að viðhalda landi í rækt eða í nýtingarhæfu, ræktunarhæfu ástandi sem væri kannski eitthvað sem ættum að skoða að einhverju leyti. Það er tiltölulega auðvelt miðað við þessu sjáum í nágrannalöndunum að færa land úr landbúnaðarnotkun. Þetta er mjög erfitt í Danmörku. Það er mjög erfitt. Stendur rauninni alls konar þróun fyrir þrifum en hér er það tiltölulega auðvelt. Sem getur við líka verið gott. Ég hef sjálfur verið formaður skipulagsnefndar mér sé hér í sveitarfélaginu og prófaði að taka á svona umsóknum að færa land úr landbúnaðarnotkun og það er erfitt að standa veg fyrir því, í vegi fyrir því. Það eru reglur það að enginn geti eignast fleiri en 5 jarðir nema með leyfi ráðherra en við vitum ekki, eða við allavega fundum ekki, kannski gerum heldur ekki tilraun til að afla en það liggur ekki fyrir hversu oft svona leyfum eru hafnað og hversu oft þau eru samþykkt. Og við erum með lögbýlaskrá. Við erum með skrá það hverjir eiga lögbýlan á Íslandi. Hún er ekki alveg fullkomin, hún er búin að vera til í 20 ár. Hún er bara flokkuð eftir eiginnöfnum sem þýðir að Guðmundur Jónsson og Guðrún Jónsdóttir þau eiga flesta jarðir á Íslandi. Eðlilega. Og hún er oftast gefin út sem PDF-skjal sem þýðir að það er svolítið erfitt að vinna með gögnum. Og það er eitthvað sem okkur langar að gera í framhaldinu að vinna meira úr þessu. Ef við lítum á svona hvað við sjáum úr lögbýlaskránu, þetta er úr lögbýlaskrá 2024, að við erum með 7.000 lögbýla á Íslandi, en við vitum eiginlega ekkert mikið það hversu mikið af þessu eru svona litlar lóðir nánast og hversu mikið eru 20.000 bú, vegna þess að við vitum ekki hvað þessar jarðir eru stórar. Við vitum ekki hversu mikið jarðar hlutar eða hversu mikið eru gömul tvíbýli, þannig að það er margt sem leynist í þessari tölu. Við vitum að af þeim eru 2.500 í ábúð sem er ekki sérlega mikið. Athugið það að það er ekki að sama að vera ekki ábúð að vera eyðibýli vegna til að vera eyðibýli þá þarf viðkomandi jörð að vera án ábúðar í held í 5 ár. Það er svona ákveðnar reglur það. Ef við reynum að hugsa, hvað er það búskapurinn? Þá myndi ég kannski segja að þetta með lögbýli sem fá landgreiðslur, það er kannski svona, það er lögbýli þar sem að menn eru með það mikið búrekstur og þeim finnst taka því að sækja landgreiðslur. Og svo erum við líka með nautgripa og sauðfjárbú, það er aðeins hærri tala, en við erum á bilinu svona 1.500 til 2.000 bú, sem er það þetta svona 20-30%, 20-25%. Og þetta er eitt sem ég held að þurfum svolítið að taka á, þetta er svona sérstök staða að vera með svona mikið af lögbýlum sem ekki eru í landbúnaðarekstri. Vegna þess að við erum svo ofta að tala þetta í belg og byggð, við erum ofta að segja landeigendur og bændur, en það er alls ekki það sama. Flestir landeigendur eru ekki bændur. Ef við skoðum eignarhaldið, þá sjáum við að það er nokkur einkenni, það er tiltölulega mörg fyrirtæki, eða margar jarðir sem eru eigu fyrirtækja, nærri 1.500. Og það er alveg upp og ofan
hvort að þessar, og við vitum ekki hversu mikið af þeim eru í búrekstri og hversu mikið af þeim eru ekki í búrekstri. Og svo býsna mikið í þessari óvirku eignarreign. Það er mikið dánarbú eða umfangsmikla sameign og svo þá töluvert mikið í eigu sveitarfélaga og ríkissjóðs. Og þetta klárlega eitthvað sem við þyrftum að skoða svolítið betur, hvernig getum við takmarka þetta óvirka eignarhald sem þetta leiðir af sér. Og þar eru önnur lönd með ýmsar reglur og ráðstafanir sem svona flýta fyrir því að þessi þróun gangi. Það verður fyrirlestur hér eftir flokkun á landbúnaðarlandi, sérstaklega sem er nýbúið að gera, en stóra myndin er svona. Við erum með tæplega 500.000 hektara af góðu ræktarlandi og svo erum við fullt af landi sem við teljum kannski minna gott. En þarna eigum við eftir að vinna með mikla vinnu. Eftir að skoða hvar liggja túnin okkar. Við erum með 100.000 hektara á túnum. Þannig að 1/5 af góða ræktarlandinu okkar eru tún eða rækt. En svo vitum við heldur ekki nákvæmlega hversu mikið af hinu við gætum ræktað og við vitum heldur ekki hversu mikið af góða ræktarlandinu okkar er nú þegar skipulagt til annarra nota, skógræktar eða þéttbýlis. Við vitum heldur ekki hversu mikið að því liggur þannig landfræðilega að það nýtist ekki til nútíma landbúnaðar. Það hér er mikið af spurningum sem að hafa vaknað. Og þar með ætla ég að stíga til hliðar og biðja hlökkum að taka við og klára. Já, bara fínt. Takk kærlega fyrir og komið sæl öll sömur og ég bara held áfram þar sem að félagi minn skildi við og í þessari umfjöllun eignarhald og landbúnaðarlandi þá töldum við tilefni til að víkja einnig að skipulagsmálum. Því að það jú í skipulagi sem við ákveðum til hvaða nota land er nýtt, hvernig lóðir eru afmarkaðar, hvaða heimildir eru til uppbyggingar og svo framvegis. Og skipulagslöggjöfin hér á landi hefur þróast í áratuganarás í takti við þróun samfélagsins og þær áskoranir sem við blasa á ólíkum tímum. Og þegar fyrstu skipulagslögin voru sett árið 1921 og lengi vel þá náðu kröfur skipulagslega fyrst og fremst til þéttbýlis. En gildissviðið hefur víkkað og dreifbýlið smám saman orðið jafn ófrávíkjanlegur hluti skipulagsgerðar eins og þéttbýlið. Regluverkið skipulagi þéttbýli og dreifbýli varð í rauninni að fullu það sama með skipulagslögum sem komu til framkvæmda árið 1998 og þau leiddu af sér aðalskipulög sem voru í vinnslu árin og áratuginn þar á eftir. Þannig að það því fyrst og fremst á síðasta aldarfjórðungi sem þróun byggðar og landnýting á landi bújarða hefur verið viðfangsefni skipulagsáætlana með heildstæðum hætti. Og það eru sveitarfélögin eins og komin hefur fram sem gegna lykilhlutverki í skipulagsmálum. Þau hafa hvert og eitt mikið svigrúm til að ákveða stefnu og inntak skipulags innan sinna vébanda. En þau þurfa þó að taka mið af og fylgja ýmissi stefnu sem settur fram á landsvísu, bæði í löggjöf og í stefnuskjölum stjórnvalda. Og dæmi slíkt áhersla sem hefur verið í landsskipulagsstefnu frá 2016, í jarðalögum frá 2021 og í landbúnaðarstefnu frá 2023 að tryggja varðveislu góðs ræktarlands. En eins og segir í jarðalögum, svo sem kostur að land sem vel fallið til búvöruframleiðslu sé varðveitt til slíkra nota og að fæðuöryggi sé tryggt til framtíðar. Og til að vinna á þessum markmiði þá hefur verið krafist að sveitarfélög leggi flokkun landbúnaðarlands til grundvallar við gerð skipulags í dreifbýli. Fyrst í stað var þessi flokkun ekki gerð með samræmdum hætti en síðastliðin 5 ár hefur flokkun landbúnaðarlands verið unnin af sveitarfélögum með nokkuð samræmdum hætti og nú nýverið þá hefur ríkið komið inn og birt kort af flokkun landbúnaðarlands eins og við sáum hér á síðustu glæru sem nær yfir landið allt og verður kynnt sérstaklega hérna rétt á eftir. En sveitarfélögin þurfa að takast á við ýmiss konar hugmyndir og þrýsting á uppbyggingu og nýtingu lands í sinni skipulagsvinnu. Það getur varðað íbúðaruppbyggingu utan þéttbýlis, frístundabyggð, ferðaþjónustu uppbyggingu og skógrækt, svo dæmi séu tekin. Og allt þetta uppbygging sem getur viljað nýta landsvæði sem teljast vera gott ræktarland.
Og þá spurningin kannski hvernig gengur að vinna að markmiðum jarðarlaga, landbúnaðarstefnu og landsskipulagsstefnu að ganga ekki að óþörfu á land sem vel fallið til búvöruframleiðslu. Og svarið við þeirri spurningu í rauninni, við vitum það ekki. Því upplýsingar það eru ekki aðgengilegar og það útheimtir mikla vinnu að afla slíkar yfirsýnar úr þeim gögnum sem liggja fyrir. En þegar við tölum skipulagsákvarðanir ráðstöfun góðs ræktarlands, þá þurfum við jafnframt að hugsa tvennt sem jarðalögin taka á með ákveðnum hætti. Það annars vegar ákvarðanir að breyta landnotkun úr landbúnaði í önnur not, það sem áður var kallað lausn úr landbúnaðarnotum, og svo hins vegar ákvarðanir landskipti eða stofnun nýrra landspildna og lóða. Það má segja með kannski ákveðinni einföldun að mögulegur ágangur annarar uppbyggingar og nýtingar og gott ræktarland getur fyrst og fremst orðið með tvennum hætti. Það annars vegar þegar formlega breytt landnotkun í aðalskipulagi úr landbúnaðarsvæði yfir í aðra landnotkun, til dæmis í íbúðarbyggð eða frístundabyggð. Og hins vegar gerist það þegar stofnaðar eru landspildur og lóðir á landbúnaðarsvæðum án þess að landnotkun sé formlega breytt úr landbúnaði. Þá verða til minni spildur og lóðir í mismunandi eignarhaldi sem oft eru hugsaðar sem íbúðarlóðir. Sem dæmi þá íbúðarhverfið í Tjarnarbyggð í sveitarfélaginu Árborg sem Hagstofan skilgreinir sem byggðakjarna með 230 íbúum, staðsett á landbúnaðarsvæði samkvæmt aðalskipulagi sveitarfélagsins og hluti af flokkun landbúnaðarland sem að farið verður yfir hér á eftir. En það gildir það sama hér og varðandi ræktarlandið sem ég nefndi áðan, að okkur skortir yfirsýn yfir stöðu og þróun mála á landsvísu varðandi slíkar landnotkunar breytingar og uppbyggingu og nýtingu á landbúnaðarlandi og uppskiptingu jarða í lóðir og spildur. En samantekið má segja að þetta grúsk okkar torfa úr skýrsluskrif dragi fram eftirfarandi áhersluatriði. Í fyrsta lagi að eignarhald lögbýla óljóst. Það eru margar jarðir til dæmis í eigu dánarbúa eða í mjög dreifðri sameign sem eins og Torfi benti á getur skapað hættu á óvirku eignarhaldi og takmarkað þróunarmöguleika og nýtingu á landi. Og við sjáum dæmum það til dæmis hjá frændum okkar Norðmönnum og Svíum að þar sett hámark á hversu lengi dánarbú geta átt bújarðir og unnið markvisst gegn sameign lögbýla og þetta teljum við hvort ekki vera atriði sem ástæða til að skoða hér. Nú varðandi jarðasöfnun og erlent eignarhald, þá leiðir okkar athugun í ljós að erlent eignarhald virðist ekki vera umfangsmikið, en vera kanna eftirlit með þróun eignarhalds mætti vera sterkara og að okkar mati ástæða til þess að kanna reynslu af þeim ákvæðum sem voru sett inn í jarðalögin 2020 sem tengjast jarðasöfnun. Nú í þriðja lagi þá leiðir skoðun okkar á gögnum í lögbýlaskrá í ljós að verulegur hluti íslensks landbúnaðarlands virðist ekki vera í virkri landbúnaðarnotkun. Við teljum þetta kalla á að þessi skilin með skýrari hætti á milli lögbýla sem eru í landbúnaðartengdum rekstri, sem eru í skógrækt, í eyði eða nýtt sem frístundarlóðir eða til íbúðar. Nú, þá sýnir þessi athugun okkar í fjórða lagi að það ekki ljóst hversu mikið af góðu ræktunarlandi í rauninni ræktanlegt eða getur illa eða ekki nýst til ræktunar vegna ýmissa tæknilegra eða skipulagslegra atriða. Það getur verið eins og Torfi nefndi, það getur verið stærðir landspildna, staðsetning, eignarhald eða hreinlega skipulagsákvæði og svo uppbygging sem hefur átt sér stað. Við teljum mikilvægt að vinna áfram að bættri skráningu og miðlun skráningar á góðu ræktarlandi og tryggja auðvitað að það sé byggt á henni og hún sé nýtt þegar við skipuleggjum þessi landsvæði. Nú, hvað varðar stofnun nýrra býla og uppskiptingu lands, að þá sýnir úttektin jafnframt að það virðist vera tiltölulega auðvelt að skipta jörðum í spildur og lóðir og taka úr landbúnaðarnotum og almennt virðist íslenskt regluverk eignarhald og viðskiptum með landbúnaðarland setja tiltölulega fáar kvaðir miðað við það sem við sjáum hjá sumum okkar nágrannalanda. Og að endingu varðandi helstu áhersluatriði og það varðar meira og minna alla þættina sem við skoðuðum í þessu verkefni. Það þörf á betri gögnum, það þörf á betra aðgengi að upplýsingum og betri samtengingu gagna.
Þannig erum við að tala að það þarf að styrkja lögbýlaskrá og tengda gagnagrunna þannig að það sé unnt að greina þróun eignarhalds, stærð jarða, rekstrarform og nýtingu yfir tíma og einnig sérstaklega mikilvægt að skráningakerfi, upplýsingar ræktarland og skipulagsgögn tali vel saman til að tryggja þessa nauðsynlegu yfirsýn yfir stöðu og þróun landbúnaðarlands. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir kynninguna á skýrslunni. Við erum næst með á dagskrá kynningu frá Land og skóg þar sem að Hrefna Jónasdóttir mun fara yfir, en á meðan hún að koma upp sinnum glæðurum og gera klárt, þá ætla ég að gefa ykkur leyfi til að stökkva fram í 5 mínútur max og ná í kaffibolla. Og svo verður það klárt þegar við komum tilbaka. En við viljum halda áfram því að verkefnið er spennandi og sem dæmi það hversu spennandi hér góð mæting í sal vel á 40 einstaklingar. En það voru 50 manns á netinu áðan og ég á að vona það fjölgi enn frekar þegar við förum í samtali hér á eftir. En eitt af því sem var kallað eftir flokkun ræktunarlands og Land og skógur hefur verið að vinna að verkefni og hefur skyldu til þess að halda utan það fyrir okkur og hingað er komin Hrefna Jónasdóttir, teymistjóri stefnumótunar Lands og skógs og ætlar að uppfræða okkur stöðu mála. Gjörðu svo vel. Ráðherra, fundarstjóri og aðrir gestir, bæði þið hér í salnum en líka þið sem heima sitið, komið þið sæl. Ég heiti Hrefna og ég er teymistjóri stefnumótunar hjá Landi og skógi. Mín helstu verkefni er núna að vinna að svæðisáætlunum í landgræðslu og skógrækt. Við erum að endurskoða stefnu okkar Land og líf sömuleiðis, erum að hefja vinnu við það og svo ýmis mál sem að koma inn á borð til mín. Ég kom að þessu verkefni flokkun ræktunarlands, þetta er nú ekki splungu nýtt, þetta sem ég er að kynna fyrir ykkur í dag eins og skýrslan, þakka ykkur fyrir kynningu hennar áðan, það var mjög áhugavert, vegna þess að við í rauninni, matvælaráðuneytið þáverandi fól Eflu að vinna þetta verkefni fyrir 1,5 ári síðan og verkefnið var í stjórn Lands og skógar. Ég var verkefnisstjóri yfir þessu verkefni og sá svona helst að kalla að rýnihópinn að borðinu og halda utan þetta samtal. En það var Efla sem sá að vinna vinnuna að langmestu leyti og skilaði svo þessu gagnasetti til okkar síðastlið sumar eða haust og það er vistað hjá okkur og gagnasettið á að vera opið öllum til niðurhals. Búið að vera aðeins svona smá hikst í kerfinu, við vorum að flytja okkur set. Landupplýsingateymið okkar fyrst og fremst var að færa sig á milli starfsstöðva í Reykjavík en vonandi verður þetta bara komið í gagnið aftur mjög fljótlega. Vorið 2024 þá samþykkti Alþingi landsskipulagsstefnu 2024 til 2038 ásamt 5 ára aðgerðaráætlun fyrir árin 24 til 28 og meðal aðgerða var kortlagning á ræktunarlandi sem hentar til matvælaframleiðslu. Og þá var nú kannski svona fyrst og fremst verið að horfa á kornrækt. Þá var nú nýbúið að tala mikið svona tækifæri sem fælust í aukinni kornrækt. Þannig að við höfðum svona þær forsendur svolítið í höfðinu þegar var verið að vinna þetta verkefni. Nú er þessu verkefni lauk fyrir ári síðan, eða hvað það segja, það er náttúrulega ekki búið að ljúka þessu verkefni, því verðum aldrei lokið fyllilega. Við þurfum að bara vinna að því öttulega að uppfæra þetta gagnasett og forsendurnar sem við höfum til þess að gögnin verði sífellt betri og það verði auðveldara að taka góðar ákvarðanir á grunni þeirra. En ég tala alltaf og hef sagt, við erum búin að samræma yfir all landið hvernig þessi flokkun var gerð. Og mér finnst mjög mikilvægt að halda því til haga að
að það eru gallar á þessari flokkun eins og hún núna vegna þess að við erum ekki með alveg nógu góð gögn á bakviðana, en það búið að samræma og nú það undir okkur komið, Landi og skógi og RML og bara öllum sem að koma að því að nýta land með einum öðrum hætti að sjá til þess að þessi flokkun verði bara betri og betri. Kortlagning til alls Íslands og ég vil líka nefna það bara að þetta erindi hér í dag byggir líka á fyrirlestrum sem að Sigmar Metúsalemsson hjá Eflu vann og hefur flutt fyrir meðal annars sveitarfélögin og aðra. Áhersla á flokkun landbúnaðarlands, hún tengist umræðu fæðuöryggi og þessi umræða hún hefur fengið aukna vigt á síðustu árum. Við þekkjum það nú öll mjög vel hér. En þessi flokkun, hún svarar hins vegar ekki spurningunum hver eiga landið. Hún svarar frekar spurningunni hvaða land hefur slíka ræktunargæði að það þurfa að vera sýnilegt í ákvörðunum nýtingu, skipulag og framtíðarráðstöfun lands. Og við þurfum þá eins og ég sagði áðan að vinna enn betur með þessa flokkun til þess að hún svari enn frekar þessari spurningu. Markmið flokkunarinnar var þá að viðurkenna gott ræktunarland sem mikilvæga auðlind þjóðarinnar. Við vitum hún takmörkuð. Koma í veg fyrir að slíkt land verði nýtt í aðra óafturkræfa landnotkun og tryggja jafnvægi milli landbúnaðar, byggðar og annarrar nýtingar og styðja sveitarfélög við ákvarðanir landnotkun í aðalskipulagi. Eins og ég sagði það áðan þá var vinnan sjálf, hún var unnin af Eflu verkfræðistofu og verkefnastjórnin var hjá Landi og skógi. Og við undirbúning verkefnisins þá var myndað rýnihópur fagaðila frá stofnunum sem tengjast bæði ræktun og þekkingu á þeim grunngögnum sem voru nýtt í flokkuninni. Og rýnihópurinn hann samanstóð af mjög góðu fólki frá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, frá Landbúnaðarháskóla Íslands, frá Náttúrufræðistofnun og frá Veðurstofu Íslands og ég kann þeim bara bestu þakkir fyrir þetta góða samstarf og ábendingar sem þau komu með í ferlinu. Rýnihópurinn hann yfirfór aðferðafræði verkefnisins og hann kom með athugasemdir varðandi ýmsa þætti sem að snúa að gæðum gagna. Þannig til dæmis nefndi Náttúrufræðistofnun strax að vistgerðakortið sem við notum að það vitað að það ekki nógu nákvæmt, það þarf að vinna betur með það og við þurfum þá að uppfæra þessa flokkun leið og vistgerðakortin uppfærast, bara til að nefna eitt dæmi. Til að nefna líka dæmi sem að Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins kom með, þá var það að okkur skortir bara virkilega gögn jarðvegsdýpt og jarðvegsgrýtni. Þannig að það skiptir náttúrulega meginmáli þegar við erum að ræða gæði okkar besta landbúnaðarlands sem á skortnum skammti, það að segja þetta land sem fellur í flokka L1 og L2. Þannig að það ærið verkefni fyrir höndum og þess vegna þó að þetta sé ekki nýtt á nálinni þetta verkefni eða flokkunin, það ár síðan þetta var upphaflega kynnt fyrir sveitarfélögunum, að þá ég mjög þakklát að fá að koma hér í dag og fá að bara minna á það og minna á það að við höldum áfram með þetta góða verkefni þó að gagnasettið sé vistað hjá okkur að þá þetta sameiginlegt verkefni okkar allra að vinna að því, að við hjálpumst að við að vinna það. Við fundum sérstaklega með hverri stofnun þar sem farið var yfir aðferðafræði flokkunarinnar og hver stofnun skilaði síðan minnisblaði með athugasemdum og ábendingum og síðan var fundað með öllum stofnunum saman þar sem við fórum yfir þetta sameiginlega. Og þann 11. júní 2025 þá hélt Samband íslenskra sveitarfélaga kynningarfund fyrir sveitarfélögin kortlagningu ræktunarlands sem sagt þessar fyrstu niðurstöður og þessa tilgátu vefsjá sem fór í loftið þá í kjölfarfundarins og var opin fyrir hagaðila til og með 30. júní til að skoða niðurstöður. En við erum ennþá með opna vefsjá þannig að fólk getur ennþá komið inn og sett inn niðurstöður
og þannig vonumst við til þess að geta smám saman bætt þessa flokkun. Nú, vefsjáin hefur síðan færst undir upplýsingagrunn Lands og skógar eins og áður sagði og fer aðeins yfir þetta ekki síðar og eftir Nú, flokkunin byggir ekki á geðþóttaákvörðunum, það er mikilvægt að það sé ekki þannig að þegar við sem erum að taka einhverjar ákvarðanir að við höfum góðar forsendur til þess að byggja ákvarðanir okkar á og hún byggir líka á þverfaglegri vinnu eins og ég sagði áðan. Flokkunin byggir á leiðbeiningum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins frá 2021 og síðan aðferðum sem Guðrún Lára Sveinsdóttir, áður hjá Skipulagsstofnun, nú held ég örugglega hjá HMS, örugglega þar ennþá, sem hún hélt áfram að þróa og fleiri hafa auðvitað komið að þessari vinnu og svo þetta náttúrulega verk í sífelldri þróun. Og í leiðbeiningunum tekið fram að flokkar skulu landa í 4 flokka sem byggi á ræktunarhæfni lands til akuryrkju og við flokkunina var stuðst við aðferðafræði sem kallast fjölþáttaákvarðanagreining og greinir þá í rauninni á milli áhrifa þátta, hvað hefur áhrif á hversu gott ræktunarlandið og síðan þessara takmarkandi þátta. Og bara gott að hafa það líka hér við vitum það öll að samkvæmt jarðalögum hefur sveitarfélögunum frá 1. júlí 2021 verið skylt að flokka land með tilliti til ræktunarmöguleika, þannig að þau voru mörg hver mjög fegin þegar að þessi vinna fór af stað og ég hef verið að kalla eftir líka upplýsingum hversu vel hefur gengið að innleiða þetta í þeirra skipulag. Nú, áhrifaþættirnir sem ég nefndi áðan, það voru þá vistgerðir á Íslandi sem byggt á vistgerðarkorti Náttúrufræðistofnunar Íslands sem þau bent okkur á að væri ekki alveg nógu nákvæmt en væri verið að vinna sífellt með. Síðan vorum við með hitafarsgögn, þessi karragögn svokölluðu og vorum þá fyrst og fremst að skoða daggráðurnar og síðan vorum við að skoða upplýsingar landhalla og upplýsingar hæð yfir sjó sömuleiðis. Fyrir utan þetta samráð sem ég nefndi áðan, það voru haldnir alveg sérstakir fundir með Veðurstofu Íslands veðurfarsgögnin með Halldóri Björnssyni og fleirum og það var mjög gagnlegt og eins voru haldnir fundir sérstakir með Náttúrufræðistofnun hæfiseinkunnir vistkerfa. Og í framhaldinu var bætt við gögnum stefnu lands og gerð tilraun til að nýta þau í þessari flokkun. Sú tilraun gaf ekki sérstaklega góða raun og þess vegna var horfið frá því að nýta þau gögn. Og það var líka aðeins skoðað hvort það var hægt að nýta úrkomugögn en það var horfið frá því sömuleiðis. Helstu breytingar sem sagt á aðferðafræðinni voru þær að hæfiseinkunnum fyrir land það var breytt og talsverðar breytingar voru á hæfiseinkunnum vistgerða. Það eru eitthvað aðeins að fara að spýta í. Í stuttu máli, við tökum nokkra þætti sem skipta máli fyrir ræktun eins og halla, hæð yfir sjó, hitafar og vistgerðir og gefum því ákveðna vægiseinkunn og síðan þetta lagt saman í kort. Og einkunnir 0 segir ef að eitthvað fær einkunn 0 eins og bara til dæmis hæð yfir sjávarmáli yfir 500 metra þá það takmarkandi þáttur og var ekki tekið með, féll ekki undir þessa flokka L1 til L4, heldur var þá í rauninni L5 ef svo má segja. Áhrifaþættirnir hafa mismikið vægi þannig að vistgerðirnar hafa þannig 3 sinnum meira vægi heldur en hæð yfir sjávarmáli sem dæmis í tekið. Og niðurstaða flokkurinnar var þá að skipta land eins og áður sagði og var samkvæmt þessum leiðbeiningum í 4 flokka sem segja þá til ræktunarhæfni og við vorum þá með mjög gott ræktunarland sem fekk einkunn 9,5 til 10, gott ræktunarland með 8,5 til 9,5, sæmilegt ræktunarland einkunn 7 til 8,5 og lélegt ræktunarland 0,1 til 7, af því við munum að 0 var þetta bara takmarkandi. Við lítum á þetta sem tól til að marka stefnu landbúnaðarland í aðalskipulagi sveitarfélaga.
Við tókum ekki tillit til annarra landnotkunar, til dæmis frístundabyggða eða friðlýsingar. Þetta var bara keyrt yfir allt landið og mikilvægt að halda því til haga að flokkurinn sjálf, hún fól ekki í sér neina stefnumörkun. Það var ekki okkar að gera það. Það þannig að við skoðum það ekki. Vorum fyrst og fremst að greina landið. Og lokaafurðin þá kort á landupplýsingaformi þar sem minnsta svæði að lágmarki 3 hektarar. Ávinningurinn sá að þetta gerir sveitarfélögunum kleift að meta ræktunarhæfni lands á einfaldan og sjórænan hátt. Þetta stuðlar að samræmdu skipulagi og vernd ræktunarlands á landsvísu. Þetta byggir á gagnsærri endurtakanlegri aðferð sem hægt að uppfæra og eins og ég nefndi áðan þá bara mjög mikilvægt að uppfæra þetta leið og við fáum betri gögn landið og styðjum við fæðuöryggi og sjálfbæra nýtingu náttúruauðlindanna. Nú það eru takmarkanir á þessari flokkun. Þetta ekki fullkomið frekar en önnur mannanna verk, þessi flokkun. Þetta verk í vinnslu. Nákvæmni greiningarinnar háð gæðum og upplausn gagnanna. Við erum með þetta í skalanum 1/50.000. Eins og ég nefndi áðan, það liggja ekki fyrir fullnægjandi upplýsingar til dæmis jarðvegsdýpt eða jarðvegsgrýtni og flokkurinn tekur ekki tillit til skipulagsmála eins og byggðar, friðlýstra svæða eða annarrar landnotkunar. En þetta náttúrulega eitthvað sem að sveitarfélögin skoða vel í sínu aðalskipulagi og við sína skipulagsgerð. Þannig að það kemur þá kannski bara á öðrum stigum skipulagsvinnunar eða hefur þegar verið gert. Og sveitarfélög þurfa að rýna og staðfæra niðurstöður áður en þær eru nýttar í aðalskipulag. Og ég vil þó líka bara nefna sérstaklega í tengslu við þennan síðasta punkt að aðstæður geta verið mjög staðbundnar og við fengum til dæmis ábendingar frá Eyjafjarðarsveit, ég vil bara nefna það sem dæmi, að þar besta akuryrkjulandið í kannski meiri halla og meiri hæði við sjávarmáli en þessi vægiseinkunn gefur til kynna. Þannig að flokkunin eins og hún birtist þeim var ekki að nýtast þeim. Þannig að þar þarf bara að aðlaga þessa flokkun að þeim og fleiri stöðum þá í leiðinni. Niðurstöðurnar eru aðgengilegar í landupplýsingavef Lands og skógar. Þetta finnið þið bara á heimasíðunni okkar ef þið farið inn á Land og skógur. Þar á spássíðunni sérstakur sérstök stikka fyrir landupplýsingar og þar getur maður farið inn og séð bara fyrir hvert einasta sveitarfélag og ég tók þá bara Borgarbyggð, fyrst að við erum stödd í Borgarbyggð í dag og hlutfall heildar flatarmáls flokkaðs ræktarlands innan sveitarfélagsins var nálægt 100% og þar það sem að fellur undir besta ræktunarlandið 2,9% tæp. Þannig að þetta þetta lítið af þessu albesta ræktunarlandinu og gott ræktarland 6%. Það eitthvað, ég tók eftir þegar ég tók skjáskotið í gær, það eitthvað skrítið hlutfall af heildarflatarmáli sveitarfélags takmarkanir, þar erum við komin upp í 4.919,5% sem sama eiginlega og þið sjáum þetta samræmi við heildarkortlandssvæði innan sveitarfélags í hekturum, þannig að það þarna eitthvað smá villa í þessu og ég nefndi þetta við teymistjóra landupplýsingagagna hjá okkur og í þessum flutningum þá hefur bara ekki gefist tækifæri til að leiðrétta þetta en hann ætlaði að kíkja á þetta allavega. Þannig að lykilskilaboðin gott ræktunarland takmarkað auðlind, flokkun gerir landgæði sýnileg í skipulagi þannig að við erum þá allavega komin þangað sem mjög jákvætt. Mér finnst það mjög jákvætt að því leytinu til að við erum komin vel á stað með þessa vinnu þó að það sé bara verk fyrir höndum. Og flokkunin sem sagt grunnur að upplýstri ákvörðun. Þetta ekki endanleg niðurstaða á flokkun landbúnaðarlands sem komin.
og áframhaldandi vinna í góðu samráði lykilaðila með vefsjána nauðsynleg til þess að hún virki enn betur til upplýstrar ákvarðanatöku. Þið heyrið hérna stefið hjá mér, mér finnst ég vera búin að endurtaka mig svolítið með þetta, að þetta bara risaverkefni og þetta mjög mikilvægt verkefni og ég bara vonast til þess að við getum öll unnið að því að gera það betra. Svo ætla ég bara rétt aðeins í lokin að nýta aðstoða mína og nefna þetta líka, þetta verkefni sem þetta lögbundin áætlun sem okkur ber að vinna hjá Landi og skógi. Það eru þessar svæðisáætlanir sem við erum bara að fara á fulla siglingu með og ætlum okkur að vera með þær innan árs fyrir 8 landshluta. Þannig að ég vil, og þetta hangir auðvitað allt saman, þessar svæðisáætlanir og við skipulagsákvarðanir og annað slíkt. Þannig að mér langar líka bara að vekja athygli á þessu að við erum að komum til með að pikka í einhver ykkar sem eru að hlusta vegna þessarar vinnu á næstu vikum og mánuðum. Svo ég bara takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir. Og þá komið að panelum okkar og þá vil ég bara biðja þau sem eru í panel að setjast hér við borðið. Það eru Hlökk, Hrefna, Anton Kári Haraldsson og Sæunn Kolbrún Þórhallsdóttir. Gjörið svo vel, fá ykkur sæti. Og við ætlum að hafa það fyrirkomulag á þessu að þið bara talið sem eru í panel, talið hér í kassana góðu. Kveikt á þessu? Svo verðum við mikrofón til að nota út í sal og ég verð með mikrofónu hér hálsinn. Ég mun stýra pallborðsumræðunni og sem auðlinda hagfræðingur í grunninn að þá finnst mér þetta svo afskaplega skemmtilegt vegna þess að hér komið loksins fram að land á Íslandi alveg eins og land í öðrum löndum heimsins. Það verður ætíð meiri ásælni í besta landið og það stefnir í og komið upp ágreiningur hvað við eigum að nota landið okkar í og stundum besta landið best í allt. Og þar að leiðandi þarf mjög gott skipulag. En af því að við erum með 2 nýja aðila í panelum þá langar mig bara að biðja ykkur að kynna ykkur áður en lengra haldið. Þannig að biðja á Sæunni. Ef þú myndir taka til þín kubbið þú talar svo. Já, ég Sæunn Kolbrún Þórhallsdóttir og skipulagsfulltrúi í Skagafirði. Takk fyrir. Ég heiti Anton Kári Halldórsson og sveitarstjóri Rangárþing Eystra og jafnframt starfaði skipulagsmálum í áratugi, skipulagsfulltrúi víðsvegar á Suðurlandi. Takk fyrir það. Svo erum við með Hlökk og Hrefnu sem hafa kynnt mál sitt nú þegar. Þannig að ég held að vera eðlilegast að myndi byrja á því ef að þið, Anton og Sæunn, vildu gefa okkur nokkur komment á það sem við erum búin að sjá hér í dag. Kom ykkur eitthvað á óvart, eitthvað sem að þið myndu vilja vekja athygli sérstaklega á? Við erum náttúrulega með mjög nýleg 2 aðalskipulag í Skagafirði og vorum búin að vinna grunn að þessu í skipulaginu sem áður en að núverandi tók gildi. Þannig að við vorum búin að fikra okkur sjálf aðeins áfram áður en að leiðbeiningarnar voru full tilbúnar frá þá skipulagsstofnun núna HMS. Þannig að við vorum alveg búin að vera í svona störukeppni einhvern veginn hvernig koma leiðbeiningarnar og hvernig við eigum að flokka, en við vorum akkurat þarna á nippinu og svo núna síðast þegar voru kosningar var tekin ákvörðun að gera 1 aðalskipulag fyrir allan Skagafjörð og þá tókum við Akurhreppinn inn af því að hann sameinaðist í leiðinni. Þannig að þá unnum við endurgerð á þessari flokkun og við vorum í smá störukeppni við Land og skóg af því að þau voru akkurat að vinna þetta í miðju aðalskipulagsferli okkur. Þannig að við vorum einmitt akkurat þarna og vorum mjög spennt fyrir að sjá afurðina en náðum því miður ekki að taka hana beint inn til okkar þegar við vorum eiginlega komin aðeins undan. Þannig að við unnum okkar eigin
nafnotkunar flokkun eða svona, gerum flokkunina okkar megin og fengum að bera saman við niðurstöðu Land og skógar áður en hún var birt til þess að geta bara vita hvort að hún væri betri eða eitthvað svona og tókum það ákvörðun að nýta okkar. Og við byggðum það alfarið á leiðbeiningunum sem komu frá Skipulagsstofnun. Þannig að við vorum alveg búin að vera mjög svona innvinklu í þessu og þetta náttúrulega mikið hagsmunamál fyrir okkur. Við erum stórt landbúnaðarhérað, þannig að þetta kemur mjög mikið inn á Skagafjörðinn. Og þannig að við klálega notum þetta bara áfram til okkar og reynum alltaf að nýta í allri svona ákvörðunartöku en eins og þið þekkju öll, svo þarf alltaf að meta hvert einasta tilfelli fyrir sig. Og þá þarf ofta að leggjast í frekari rannsóknir og taka bara til þess að taka eins og Hrefna myndist ofta og góðar og upplýstar ákvarðanir. Þannig að þetta alltaf svona þessi heildarsýn og svo hún útfærð og það kemur alltaf pólitíkin inn. Þannig að þarna þetta þessi díalógur sem á sér stað. Þannig já, þetta svona kannski svona helst eins og þetta blasir við okkur, sko. Já, ég hef kannski bara byrjað að þakka kærlega fyrir erindin ykkar hérna bæði áðan. Þau eru bara mjög áhugaverð og virkilega flott vinna sem hefur verið unnin. Ef við fer kannski yfir, sko, það sem liggur mér næst Rangárþing eystra. Við höfum svo sem verið svolítið frumkvöðlar í flokkun landbúnaðarlands og ég held að við höfum verið eina af þeim fyrstu. Flokkuðum þetta 2008 með minnir þegar við kláruðum aðalskipulag þá. Og vorum svo hérna með henni Guðrúnu Láru núna í síðustu endurskoðun, sem sagt ég held hún að við vorum svona pröfumódel á þessa flokkun. Og kannski svona smá söguskýring líka og hvað þetta hefur mikil áhrif og þetta hefur alveg reynst okkur svo krefjandi að vinna með og hvernig við ætlum að gera þetta og hvernig við ætlum að láta samfélagin virka og við ætlum að efla hérna íbúðabyggð í dreifbýli og jari. Þannig að við erum alltaf að lenda í svona aðeins dilemmu með þetta líka. En kannski bara svona smá skýring líka við hvað við erum að eiga. Í Rangárþingi eystra eru sko 33% af öllu landi innan Rangárþings eystra og þá tel ég hálendið með líka á Þórsmörk og allt. 33% í fyrstu tveimur flokkunum í úrvalsræktunarlandi. Það eru 60.000 hektarar og í dag erum við einungis að nýta svona á að giska cirka 5% af þessu landi í sem sagt framleiðslu. Þannig að við erum með 95% af þessum 60.000 hektarum ónýtt í anda. Þess vegna setur þetta líka hlutin í þetta samhengi. Ok, þið ætla að taka hérna landsvæði undir 4.000 fermetra hótel og hérna eitthvað svoleiðis. Það er bara svona peanuts, sko. Þú veist þannig að, en svo er náttúrulega líka í þessu, þú veist, landgæðin eru svo misjöfn og það er svo mismunandi bara á Íslandi hvar við erum staðsett. Og ég sá þetta myndi að korta sig á neitt áðan, við vorum þarna með svolítið mikið land þarna í þessum úrvalsflokki. Og svo líka áhugavert að sjá samanburðina með Norðurlöndin, en þar ítrykka ég líka náttúrulega það er ákveðið góðar hjá okkur, við eigum náttúrulega ógrynni af landi og plássi, þannig að það er ekki alveg þetta, þú veist, það er erfitt að bera þetta saman. En já, þetta er kannski svona, til þess að opna þetta. Já, takk kærlega fyrir það. Þetta opnar á ákveðna spurningu sem ég hef veltið fyrir mér þegar við vorum að hlusta á erindin. Og ég held að ég beini þessu þá til, í raun og veru allra, en kannski sérstaklega Antons og Hlakkar. Þegar við erum að tala ræktunarland og þá erum við að tala matvælaframleiðslu og við viljum hafa hágæði á því og svo framvegis til þess að ná fram fæðuöryggi. En þú minntist á ferðaþjónustu og ferðaþjónustu er gjaldeyrir og það fyrir gjaldeyri hægt að kaupa mat eða olíu á traktor og svo framvegis og framvegis. Er þetta of þröng skilgreining? Að vera að tala að þetta sé eingöngu ræktun, heldur ætti þetta að vera efnahagsleg verðmæti. Hvað finnst ykkur það? Anton og Hlökk og svo Hrefna ekkert. Herðu, jú, en sko ég held líka bara í þessu, við verðum líka að líta á það að ein nýting í dag, hún útilokar ekki aðra nýtingu, hvort sem það er að vinna saman eða í framtíðinni. Og ég held að verðum svolítið líka átt okkur á hvað erum við að tala. Af því að ef við myndum í rauninni farið það segjum svo bara að hérna allt gott ræktunarland og úrvalsræktunarland á Suðurlandi yrði sett í ákveðna friðun, þá erum við erum að tala svo rosalega mikið land sem við erum í rauninni að núlla út og gera ekkert með og fá engin verðmæti til næstu, ég veit ekki, 50, 100, 200, 300 ára. Hversu langt erum við að horfa? Og erum við að horfa á það að geta, þú veist, ætlum við að fara að taka þátt í matvælaframleiðslu fyrir utan Ísland? Og ég meina, lítið á landiðarnar sem eitt gott dæmi, þar er þetta að rækta korn á sko 1000 hektara og bestu veðurskilyrðin. Í Rangárþingi eystra í dag er mesta framleiðsla mjólkur á öllu landinu
en samt eins og ég sagði, við erum bara að nýta 5%. En þetta verður alltaf auðvitað og það sem við leggjum svo sem upp með í okkar, við viljum, sko við værum ekki án ferðaþjónustunnar heldur. Þannig að hún, en skrýt og þannig að hún hefur nánast einvörðungu, uppbyggingunum henni hefur verið í dreifbýli og eins og þú komst inn á, þá þetta samkeppni þetta góða land, af því að það líka hjá fallegustu stöðunum okkar og mestu svona náttúruparadísin, sko. Þannig að þetta verður alltaf krefjandi. En auðvitað reynum við að vanda okkur og það sem við gerum okkar aðalskipulega að við reynum þá að beina uppbyggingaraðalum inn á minna verðmætari svæði eða í útjaðar eða annað. En svo auðvitað, alls konar klúður sem hafa komið líka og svo sem þegar maður lítur tilbaka bara, akkur var þetta svona, sko. Þannig að það ýmislegt. Hlökk, vilt þú koma til það? Já, ég veit ekki hvort að ég get beint brugðist við því sem þú spurði Eyjólfur, en svona kannski í framhaldi af því sem að hér hefur verið sagt, sko, þú nefndir nú í upphafi besta landið er best í allt kannski og það er náttúrulega það sem við erum ofta að glíma við í skipulagi og við reynum að ná þessum áhrifum sem að Anton Kári sagði, sko, að ná þessu samspili og starfsemi og nýtingu sem að ável saman. En það á bara ekkert alltaf við og stundum þurfum við að velja og við erum að velja varanlega, við erum ekki að velja til einhver skamstíma og getum svo skipt aftur. Ef við byggjum að góðu ræktarlandi þá endurheimtum við ekki það ræktarland svo einfaldlega. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga og efnahagslega vítin í því þetta augljóslega mjög þýðingarmikil. En svo líka, sko, áhugavert að heyra þetta dæmi sem úr Rangárþingi eystra og líka sem kom í kynningun hjá þér Eyjafjarðarsveitina sem að dregur fram þetta að þarf þessa nánari staðbundnu rýni og það sem að líka við þurfum kannski að vera meðvituð og þú ert svo sem búin að minna okkur ítrekað áhrifni í þinnu framlagi að þessi gögn ekki fullkomin og það kann að vera náttúrulega við séum að ofmeta og það væri eiginlega svolítið áhugavert að heyra svolítið, sko, svona ef þú hefur svona tilfinningu fyrir því, Anton, í þinni heimabyggð, sko, eru þessir hektarar allir sem eru skilgreindir sem mjög gott ræktarland í þessu mjög búsældarlega héraði, það mögulega ofmat? Erum við að taka mikið þarna inn þannig að þetta sé jafnvel minna umfangs heldur en þessi grófa kortlagning gerir ráð fyrir og þá er ég bara að hugsa parametrana sem eru notaðir í flokkuninni en til viðbótar kemur þetta sem við erum að draga fram í skýrslunni við Torfi sem er það að þegar við erum búin að skipta landi upp í minni landareignir, lóðir og spildur, við erum búin að selja þær út eða útluta þeim til mismunandi aðila, að þá bara það eitt gerir að verkum að við erum kannski komin með aðstæður sem að gerir það land ekki vel ræktanlegt til framtíðar á einhverjum svona stórum skala. Og svo kannski líka með að stinga því inn í umræðuna að það hefur hér verið nefnt ítrekka fæðuöryggi og það eitt af því sem er þarna undirliggjandi markmið en við getum líka verið að nýta ræktarland til þess að rækta orkujurtir. Þannig að það þetta líka parametri í þessu. Takk fyrir það. Áður nú bregst við þessu, þarna eitthvað sem vildu bæta við varðandi skilgreiningar og nú þurfum þið náttúrulega að starfa samkvæmt lögum og reglugerðum það hvað er gott ræktunarland en hefðu þú viljað sjá þessu efnahagslegu víti eða er hún bara umræðin fyrir utan þetta? Já, ég mér finnst það kannski svona þess að ég allavega mikið verið að spá í það þetta með, mér fannst það skipta, nýtingin fannst mér eitthvað sem var mjög áhugavert og hefði gjarnan viljað fá upplýsingar hversu mikið verið að nýta af þessu landi sem að fellur í flokka L1 og L2. Það var eitthvað sem svona alveg bursið frá skilgreininguna á bakvið þessa flokkun. Þá fannst mér að það myndi vera bara mjög mikilvægar upplýsingar fyrir okkar núna upp á það að við getum frá tekið ákvarðanir hvað ég var nýta landið í. Það virkilega skortnu skammti og alveg örugglega í sumum sveitarfélögum og öðrum ekki og það getur þá vel verið að það sé líka bara fjarlægðin sem gerir það verkum að sums staðar eru við ekki að nýta ágætis land.
þar sem að ég náttúrulega, sko, einhver ykkar þekkja mig og önnur ekki. Ég er skógfræðingur í bakgrunnin og skógabóndi, þannig að ég verð alltaf svolítið skrítin í framan þegar einhver talar skógrækt sem óafturkræfa aðgerð vegna þess að Ísland er náttúrulega alveg frábært dæmi akkúrat mótsetta, sko. Þetta sannarlega afturkræfa aðgerð skógrækt. Og þannig að mér finnst það líka skipta máli að við lítum svona heildrænt á landnotkun þegar við erum að taka ákvarðanir landnotkun, að við lítum á það heildrænt, hvernig geta þessar mismunandi atvinnugreinar stutt við hvor aðra. Þannig að við séum þetta sé ekki svona svartbít, mér finnst umræðan verður svo svakalega svartbít, þannig að ég vil gjarnan að hún sé, við höfum svona regnbogan bara með okkur í umræðana og veltum upp, fleiri nýtingar möguleikum á hverri jörð. Það er svona það sem að ég verið mest upptekin af undanfarnar vikur og mánuði, ár jafnvel. Það er þessi heildræna nálgun á það. En hvort það svarar spurningum skilgreiningunum, ég veit það nokkuð kannski ekki. Kom kannski nánar inn á það eftir þessum að tala stærð sveitarfélagana, en Anton, ef þú bregst aðeins við það sem að Hlökk sagði áðan og svo sagði eins og langum að heyra aðeins frá þér, sko, þessi notkun á landi og þetta voru eingöngu 2500 af 7000 sem á landinu bíli sem eru raunverulega í ræktun. Er þetta eitthvað sem þið kannist við úr Skagafirðinum eða eru hlutullin allt önnur þar? Og svo vil ég bara salin undirbúa sig, ég með mikrofón, þannig að þegar þessum tveim spurningum svarað, þá bara kallið á mig og ég gef ykkur mikrofónin, þannig að Anton, þú byrja. Herðu, já, ég í rauninu út frá þeim forsendum sem greiningin er gerð á núna, þá tel ég þetta ekki ofmat. En ég held akkurat að það eru aðrir þættir sem gætu orðið til þess að þetta sé ofmat og það er einmitt landskipti og landamerki og eignarhald og fleira, því að þú veist, það er það sem hefur aðeins verið að gerast eins og í mínu sveitarfélagi líka og það, þú veist, þetta er svo vitt, við getum komið inn á nýliðin og endurnýjun í bændastéttin og annað, því að það sem er að gerast núna, hvað ég að segja, 3 undanfarnar stóra sölur á stórum flottum bújörðum í rekstri til þess að nýliðin geta á sér stað, endurnýjun og nýtt fólk tekið við, þá hefur sko viðkomandi þurft að byrja að fara í landskipti og skilja kannski frá 5 til 700 hektara svo að viðkomandi geti í rauninni keypt. Og þá endum við allt í einu bújörðum sem var 1000 hektarar, endum við allt í einu kannski með 400 hektarar sem fylgja búinu, en svo 600 sem gamli bóndinn situr uppi með og já, hann kannski skipuleggur nokkra frístundarlóðir eða, þú veist, þetta er kannski takmarkandi þátturinn, en varðandi landgæðin og ræktun og möguleika þá held ég að sé alls ekki ofmat og kannski þótt síður sé og ég meina það er bara kannski Suðurlandi í heild að ég meina þú getur stungið niður skófluna og hvað sem er og rækta sko, þannig að það er það góða, já. Sæunn, hefðu? Já, varðandi til dæmis það sem við erum að byggja í hvort þetta sé rétt mat á landgæðunum. Við teljum að svo sé og jafnvel bara mögulega undir af því að eins og veist, sama dæmi í Skagafirði og í Eyjafirðinum, við erum með tún upp í fjöllum. Það er bara hallin og hæðið við sjávarmáli er meiri en samkvæmt þessum skala og þessari flokkun, þannig að við erum að sjá bændur fara langt yfir það þessi mörk með bara frábært tún. Þannig að okkar mat er að þetta sé ekki of áætlun á góðu ræktunarlandi, jafnvel bara eitthvað undir því ef til það er farið. Aðstæðurnar hjá okkur eru náttúrulega tiltölulega góð og hvað var landbúnað í Skagafirði, en þar kemur náttúrulega þessi stóri punkturinn fjárhagslegi hvati. Og við getum ekki sleppt því að tala þetta af því að það er bara ótrúlega margir sem bara skipa þessu. En ef það er ekki fjárhagslegi hvati til þess að einmitt annarkvæmt að taka við búið eða stækka búið eða hvað það er, það gerist ekki. Þú verður að hafa aðgang að fjármagni og þú verður ótrúlega oft að hafa aðgang að þolinmóðu fjármagni. Eru lánastofnanir í dag tilbúnar að bakka bændur upp í það? Og svarið við því er eins og við upplifum þetta, svarið er nei. En sem betur fer, allavega í okkar tilfelli, ástæðan fyrir því að þetta er svona blómlegur landbúnaður í Skagafirði og það er alltaf að segja það, Kaupfélag Skagfirðinga að stíga upp þarna, að veita fólki aðgang að fjármagni og þannig eru búin að ná að stækka, vaxa og dafna, en við höfum líka séð það sem við höfum líka verið að tala þau eru ekki ná að kaupa jarðir. Það er ekki þessi uppsöfnun á jörðum þó að búin sé orðið mikil stærri og þau eru kannski að nýta 3-4 jarðir en eiga bara eina. Þau eru að leigja hinur af því að þau bara hreinlega ekki aðstöðu til þess að geta keypt jarðirnar. Annarkvæmt ef það kemur til fólk vill ekki selja eða þú bara hreinlega hefur ekki burði til þess að vera að borga lánunni til þess að kaupa jarðirnar.
Þannig að þetta það svona, það sem við sjáum eru svona kannski, já það vantar bara mjög sterkt inn, kannski frá ekki bara sveitarfélögunum, við getum stýrt þessu í skipulagsmálunum og við getum stýrt þessu í skipulagsnefndin og sveitarstjórn, en þarna það ríki að stíga meir inn, finnst okkur. Þessi fjárhagslegi hvati og þetta öryggi, að ef ég ætla að vera bóndi og ætla að vera landbúnað, hvernig umhverfið mitt, hvernig get ég vaxið og dafnað og lagt mitt að mörgum í matvælaöryggið. Takk fyrir það, þetta er áhugavert og nú er komið tvö viðbótar málefni sem við þurfum að ræða þetta eftir en ég ætla að gefa Salnum tækifæri til að komast inn í það fyrst en það er sem sagt annars vegar hlutverk og stærð sveitarfélagana bara við skipulagið og hins vegar þá staðreynd að þegar við sjáum skýrsluna frá Torfa og Hlökk að þá kannski uppkaup á jörðum og uppkaup erlendra á jörðum ekki stóra vandamálið en ef við lesum fyrirsagnir síðustu vikur, mánuðir og ár að þá almenningur sem heldur að það sé kannski stóra vandamál, það sé margir eignast risastóra jarðir og þetta sé alltaf fara yfir í eignir stóra þróunaraðila og kapitалista á meðan að kannski stór hluta búum situr bara í dánabúum og óleyst verkefni, þannig að það er svolítið áhugavert. Hugsið það á meðan að við fáum að heyra hvað Salnum vill, já. Og þið kynnið ykkur endilega því að við erum með neti líka einhverja á 7. tug þannig að. Bara byrja á að segja takk kærlega fyrir þetta málþing og framsögurnar í dag. Þetta er alveg ótrúlega mikilvæg vinna. Og bara teka undir orð þín í lokin varðandi mikilvægi þess að tryggja nýliðun og þennan efnahagslega hvata og bara að það sé þess virði að vera í landbúnaði. Það er náttúrulega grundvallarmál. Mér langar aðeins að spyrja Hlökk að því að þegar ég var orkumálastjóri að þá sá maður ásæluna líka birtast í samhengi við aðrar auðlindir sem að fylgja jörðum og mér finnst það vera falin umræða. Hvað fylgir með þegar það er jarðasala? Það er vatnsauðlindin, það eru jarðefni, það er jarðhiti og varðandi erlend jarðakaup þá er ég líka spennt að heyra hvort að þessi rannsókn eða þessi vinna sem það hafi verið í skoðar eignarhald á þessum enga hlutafélögum. Af því að við höfum auðvitað verið að sjá rosalega mikið uppkaup í gegnum ferðaþjónustu og það er bara tímaspursmál hvenær að ólík fyrirtæki sem að byggjast þar upp exita og selja jarðir jafnvel með og þá fylgja þessar auðlindir með. Og mér finnst það vera risastór spurning í samhengi við þjóðaröryggismál, í samhengi við okkar eignarhald á auðlindum sem nú mikið rætt núna í samhengi við alþjóðapólitík og annað og það liggur einmitt fyrir þingsályktun takmarkun jarðakaup erlendra aðila sem við höfum lagt fram. En mig langar til að spyrja, fjölluðu ekki bara hina mikilvæga auðlind ræktarland heldur aðrar auðlindir og köfuðu dýpra í eignarhald einkahlutafélaga og veltu kannski fyrir sér ykkur þessari áskorun varðandi sölu á því í framtíðinni. Svona bara stuttar spurningar. Og spyrjandinn. Já, ég er Hallarhund Lóðadóttir, ég er þingkona. Takk. Hlökk, viltu tökum spurninguna? Ég þakka kærlega fyrir þessa mjög þörfu spurningu. En ég ætla umsvifalaust að vísa henni yfir á Torfa því að hann er betur heima í þessum þætti athugunar okkar. Við koðum onni það varðandi það sem að sama félag átti 3 eða fleiri jarðir. En þetta er býsna margir aðalega eins og sást og það var einfallega ekki rými til þess innan ramma verkefnisins að kafa og í fyrirtækjaskrá og skoða raunverulega eigendur af öllum. En eins og segi, það sem var ástæð til að ætla var jarðasafnin til staðar eða svona byrjar að huga því, þar skoðum við raunverulega eigendur, já. Og nei, það er tiltölulega lítið að útlendingar eigi jarðir. Þetta eru örfáir aðilar sem hafa verið í gegnum fyrirtæki sjálfsögðu að kaupa jarðir, en annars mjög lítið. En þið skoðuðu ekki það sem er bara ein jörð undir? Ekki það sem er ein og ekki 2, nei. Það var bara það sem er 3. Takk fyrir það og það er mjög áhugavert í þessu samhengi að hugsa til þess að já, rétt mikil umræða eignarhald á auðlindum og öðru slíku í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðslu síðar á árinu en eins og ég lesi þessa stöðu akkurat núna að við höfum tækifæri að skilgreinum hvað við viljum því að eins og kom fram í kynningunum að þá eru bara mjög mismunandi reglur innan Evrópusambandsins í heild sinni og það kannski kemur aðeins inn á
þá þetta heildarverkefni að við vitum hvað og við vitum hvað við viljum. En fyrirspurn komið sæl, gjör svo vel. Já, takk fyrir það, Eyjólfur. Ragnheiður Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskólans. Takk fyrir bara frábæri erindi og gaman að vera hérna og líka góð þáttaka í salnum. Gaman að heyra samhljóminn líka hjá okkur, en mér langar svona til þess að heyra eins frá okkur varðandi lögin hjá okkur og samanburðin við nágrannalöndin okkar sérstaklega. Hvort ykkur finnst þörf á því að skýra svolítið regluverkið varðandi sérstaklega þá eignarréttinn annars vegar og hins vegar varðandi nýtingu og notkunina. Að taka þetta svolítið kannski tvennu lagi þegar svarið og svo kannski fylgja eftir spurningunum frá Hallhrundum erlent eignarhald og þá kannski langar mig til þess að spyrja ykkur sérstaklega skýrsluhöfunda hvort þið könnuðu með eignarhald erlendra aðila á hlunnindajörðum sérstaklega. Hvort að það sé eitthvað sem þið hafið yfirsýn yfir. Takk. Og bara panelin í heilsinni, gjörðu svo. Vil ég ekki svara fyrst eða vil ég fá næsta spurningu? Já, viljum það svara fyrst. Hver vil byrja? Má ég byrja hérna á endanum? Byrja á endanum. Ég verð nú aftur að vísa á Torfu eftir til að svara síðustu spurningu erlend eignarhald og hlunnindajörðir. Nei, er svarið. En mjög áhugaverð spurning löggjöf og þegar við horfum til nágrannalandana og spurningar eignarrétt versus nýting og notkun og hvort þessi þörf á að skilja þar að. Og þá langar mig aftur að vísa til þess sem ég nefndi hérna í kynningunni áðan. Það sem ég var að draga fram og minna okkur á hvað þetta er í rauninni stuttur tími sem að dreifbýli á Íslandi hefur notið almennu regluverki skipulagsgerð. Og ég leyfi mér að halda því fram og nú er spennt að sjá hvernig sveitarstjórnar fólkið hérna bregst við því. Ég leyfi mér að halda því fram að við séum ennþá að glíma við þær hugmyndir nokkuð almennt að landeigendur hafi í dreifbýli hafi einhverja aðra stöðu þegar kemur að ákvörðunum nýtingu og uppbyggingu heldur en íbúar í þéttbýli og lóðarhafar og landeigendur í þéttbýli. En gagnvart löggjöfinni er þetta náttúrulega algjörlega sama staðan. Það er jafnt stjórnvöld í héraði, þar að segja skipulagsyfirvöld í héraði, sveitarstjórnir, sem að marka stefnuna auðvitað í sem mestu og bestu samráði og sem vinnandi sem mest og best með hugmyndir landeigenda og íbúa í sveitarfélaginu þróun byggðar og landnýtingu til framtíðar. En þetta er hlutverk stjórnvalda í samvinnu við borgarana og íbúa. Þannig að þetta eimir mjög eftir af því að þessari hugmynd að landeigendur í dreifbýli hafi þarna og eigi að hafa tögl og haldir og sveitarstjórnarkontorinn sé meira bara til þess að afgreiða og stimpla þau áform. Og þetta er eitthvað sem eins og ég segi að sé eigi sér alveg skýringu í því bara hvað þessi stjórnkerfið okkar landnotkun í dreifbýli er ungt og svo spilar þetta líka þarna inn í að það er tiltölulega nýlegt fyrirbæri í íslensku samfélagi að við séum með svona margs og fjölbreytta hagsmuni og nýtingarmöguleika sem að er að kljást eins og komið var hér áðan oft sama landið. Landið er best fyrir allt. Hvað var nefnt þarna annað? Vangaveltur hlutverk og stærð sveitarfélaga. Ég held að þar gildir nú svo sem ef ég horf á það út frá stjórnsýslu þessara mála að þá er svo sem óskup auðvelt að álykta að stærri einingar eru líklegri til þess að hafa meira bolmagn til þess að eiga við flókin hagsmunamál þar sem að takast á enga og almannahagsmunir eins og ráðstöfun landgæða og ákvæðum uppbyggingu eru og nýtingu. Við erum hins vegar fámennt samfélagi í heildina líka
og þannig að þó við stækkum sveitarfélög og sameinum að þá erum við áfram með oft litlar stjórnsýslueiningar og fámenn og jafnvel einmenningskjördæmi á fagkontórum, þannig að ég held að sko hvernig sem það þróast og æxlast að þá feikilega mikilvægt fyrir sveitarfélögin að hafa stuðning frá ríkinu í skýru regluverki, skýrum leiðbeiningum og aðgengilegum og góðum gagnauppsprettum, gagnagrunnum og gögnum sko. Það algjört lykilatriði því að þó þessar ákvarðanir í heimi héraði að þá erum við langa framtíð með litlar stjórnsýslueiningar í sveitarfélögunum og þær þurfa á þessum stuðningi að halda. Takk fyrir það. Vilja fleiri úr pallborði kommenta á þessu 2 síðustu atriði. Það annars vegar sko eignarhald á jörðum sem eru með auðlindir og hins vegar þetta með stærð sveitarfélagana. Og áður við leipum næstu spurninga að sal. Ég skal kannski aðeins grípa áhugavert líka varðandi bara lög og reglur og hversu mikið við eigum að setja og stýra. Það þetta þurfum við að vanda þar vel til verka. En það kannski kristallast í þessu líka, sko, kannski væru við heldur ekkert að fjalla þetta ef það væri þokkalega arbært að stunda landbúnað á Íslandi. Þannig að það kannski, það málið og þegar maður heyrir einmitt eins og heima hjá mér og í sveitinni, sko, það sem stendur undir búrekstrinum, það ferðaþjónusta. Og bara það setja upp 2-3 gistihús, það bara stendur undir sauðfjárbúinu, ekki, þar koma tekjurnar. Þannig ég held við verðum líka náttúrulega við verðum að horfa á það þannig og varðandi lög og reglur og það sem ég segi það líka, við þurfum að fara varlega að því að í skipulagi og eins og aðalskipulagi sveitarfélaga þegar landflokkunin komin inn þá eins og í mínu tilfelli erum við allt í einu búin að setja ákveðna friðun á 33% af öllu landsvæði innan sveitarfélagsins míns án, hvað ég að segja, samráðs maður við mann. Og ég vissum að sko 80% af bændunum í mínu samfélagi sem eiga jarðirnar, þeir hafa kannski ekkert alveg hugmynd að sveitarfélagið með þessari flokkun búið að setja þessa friðun á og skerða þeirra möguleika. Þetta kannski, ég seti í samhengi að við ferum í friðlýsingarferli varðandi eitthvað náttúruvætti eða eitthvað svoleiðis, að þá það miklu meira ferli og meira samráð og persónulegt samráð við þá landeiganda. En þarna, og ég held að þetta líka bara það sem við þurfum að læra í skipulagsmálum og bara eins og Ásdís kom inn á líka varðandi, það bara deiliskipulag í dreifbýli, það skulle allt í einu vera orðið staðan. Ég get svo sem bara tala fyrir mitt sveitarfélag, af því að við erum búin að vera svolítið lengi í þessu, að þá þetta, menn átta sig algjörlega á því að það gildi alveg sömu reglu hvort sem út í dreifbýli eða þéttbýli. Þannig að það hefur ekki, en vissulega getur það verið vandamál einhvers staðar. Gott. Já, þetta kannski, var ég að skilja rétt, þú varst kannski mögulega líka að hitta eftir hvort að það væri hægt að vera með einhvern hvata til þess að nýta landi í landbúnaði. Eða svona, íta undir það. Við höfum upplifað þannig að þeir sem hafa brugðið búi eru með lítil bú, sjá ekki tækifæri til þess að spönnun ekki að fara að taka við, þeir sjá ekki fyrir að maður sé að fara að selja. Þau hafa gegnum gangandi ekki verið að skipta landnotkun. Við höfum ekki verið að sjá landbúnaðarjarðirnar hverfa úr þeirri notkun. Fólk kannski býr eitt eftir á bænum, en það leigja út landið áfram til kúabændanna sem eru að stekka við hliðina. Þannig að við erum kannski í þeim luxusvandræðum allavega í Skagafirði að það bara nánast hvert einasta tún leigt út og maður varla sér það að það sé verið að skipta út landið til þess að taka það í einhver aðra notkun. Við erum náttúrulega líka að glíma við það að við erum svo kallar kalt svæði í ferðaþjónustu. Þannig að við erum ekki með þennan luxus eins og þið að geta þá líka verið með þessar hliðarábyrgð að vera bara með gistingu eitthvað sem að borgar jafnvel hobbybúskapinn eða þú veist ekki það stór rekstraaðili. Þannig að við erum svona að glíma við en við erum gegnum gangandi ekki að missa landbúnaðarlandi úr landbúnaðarnotkun hvort sem það að hugsjón. Ég veit alltaf í kringum mig eru margir sem að hugsjón vilja bara ekki sjá landið sitt fara í annað en landbúnaðarnotkun. Og það hugsjón. En eigum við að treysta hugsjónina, eigum við að treysta það að regluverkið og rammin okkar vendi landi fyrir okkur. En eins og líka þarf þetta að vera þannig að við getum heldur ekki bara njörfa alla niður í sama móti og það sé aldrei hægt að víkja frá. Það getur líka komið góð hugmynd sem góð fyrir samfélagið, eykur störf og það náttúrulega eykur væntanlega að þú getur keypt meiri matvæli og héraði sem eykur þá reksturinn og svona kólefnislega sé að það líka mjög gott. Þannig að núna fyrir maður líka að skoða með þennan ramma. Þannig að það kemur stórt hótel og gott landbúnaðarland. En við gætum réttlætt það með
viðkomandi ætla bara að kaupa kjöt úr héraði, bara að kaupa mjólk úr héraði, bara að kaupa efnið í að byggja upp úr skógræktinni sem í héraði, eitthvað svona, myndi svona virkilega styðja við það sem við erum að byggja upp. Þá náttúrulega það þarf líka að vera svigrúmi fyrir eitthvað annað og eitthvað nýtt og eitthvað sem er kannski ekki alveg bara í kortanum í dag, en auðvitað þarf ramminn að vera þannig að hann ýti frekar undir, frekar en það sé bara af því að pabbi eins að eða afi eins að það á að skila landinu betra frá okkur heldur en við fengum það, og svo hugsjón, hún má ekki treysta á hana. Við þurfum hjálp til þess að halda þessu þannig áfram. Takk fyrir það. Það er spurningu svar. Já, Sælverið, takk fyrir bara frábæri erindi. Ég heiti Margrét Gísladóttir, framkvæmdastjóri hjá Samtökum fyrirtækja í landbúnaði. Mér langaði aðeins að spyrja skýrsluna hvort að við sjáum samanburð á löggjöfinni á milli Íslands og Norðurlandana, en hvað varðar bara hlutfallslega skiptingu eignarhalds á landinu. Erum við að sjá, var gerður samanburður á því á milli Norðurlandana til dæmis, erum við að sjá að við séum með óeðlilega hátt hlutfall sem skráð í dánarbú eða ríkisjarðir eða annað, ég held að það er mjög áhugavert að fá þær upplýsingar. Takk. Já, ég skal svara þessu. Takk fyrir spurninguna. Við vorum ekki með gögn sem gátu svarað þessu. Það er alls ekki öll lönd sem eru með lögbýlaskrá eins og við, og þannig við náðum því í rauninni ekki. Ég held að sé ekki vafi, við erum með flestunum lönd mjög mikið af lögbýlum sem eru ekki í búrekstri, og ég held að sé ekki vafi, við erum með mjög mikið af lögbýlum í eigu dánarbúa, alveg klárlega. Ekki síst vegna þess að bæði í Svíþjóð og Noregi er það einfaldlega ekki hægt. Þú getur bara haft það, dánarbúa mega bara eiga jörður í 4-5 ár. Í Danmörku er þetta ekki vandamál, ég held að sé tengt skattamálum. Þannig en annars í Finnlandi er ekki neinn lögbýlaskráð, þannig við sáum það ekki. Ég ímynda mér að umfang ríkisjarða hér sé frekar hátt, en ríkisjarðir, þó að séu þegar frekar margar, það eru margvíslegar. Sumt eru landarhlutar, sumt tengist orkuframkvæmdum, sumt eru bújarðir, en þeir eru alls konar jarðir og jarðarhlutar. En nei, skýrslan svarar ekki þeirra spurningum. En svona eitt áhugaverð spurning. Hafið þið upplýsingar hversu lengi jarðir hafa verið í Danabúi? Bara ekstrím dæmi í gögnunum ykkar? Nei, við erum ekki með það. Það er eitthvað sem okkur langar að skoða, vegna þess að nú hefur lögbýlaskráin verið við lýði í 20 ár, síðan 2005. Þannig í rauninni væri hægt að gera mjög áhugaverða tímaseríu greiningar. En það var eiginlega utan ramma þessa verkefnis, við fengum ekki þau gögn og við hefðum hvort þeir ekki haft tíma til þess, en það gætum við gert innan þessa tíma, að skoða þróunina, skoða hvað hefur gerst, skoða hvenær á hvaða tímabilum flest ný lögbýla hafa verið stofnuð, og skoða þróuna í hvernig eignarhald á fyrirtækja og svo framvegis hefur breyst. Þannig að það er kannski næsta verkefni. Eins og í öllum góðu rannsóknarverkefnum og öllum doktorsvörnum, ef þú hefur ekki svarið þá segir það verður næsta verkefni. Og til þess var að tryggja frekari fjármagn. Eru fleiri spurningar úr sal? Já, þar. Og bara mun að kynna sjálf á sig fyrst. Já, takk fyrir. Trausti Hjálmarsson heiti ég, formaður Bændasamtakanna. Mér langar til þess að byrja að þakka fyrir skýrsluna og góð erindi og áhugavert og skemmtilegt pallborð. Það sem að mér langaði kannski til þess að forvitnast aðeins það er verðmæti lands. Í samanburður á verðmæti ræktarlands hér heima á Íslandi við til dæmis þau lönd sem að þið voruð að skoða eins og Svíþjóð og Danmörku og Noreg og Finnland. Hvar stöndum við í þessum samanburði og stafar okkur ógn af þróun á jarðaverð bara í sambandi við eftirspurn eftir landi til matvælaframleiðslu og þeirra auðlinda sem við búum yfir hér. Þetta finnst mér skipta dálítið miklu máli að við komum auga á og líka
Hvernig sjáum við fyrir okkur sko ef við förum í aukið regluverk eða utanumhald og svona hömlur og kvaðir? Hvaða áhrif mun það hafa mögulega á þá jarðaverð og verðmætasköpun í landi og á landi? Þetta finnst mér svona, væri gaman að heyra. Takk fyrir það. Torfið, þú kannski byrjar og Sko, svo ég get svarað kannski fyrir hlutanum að aftur þessi gögn höfðum við ekki. Ég held að segja ekki vafi að landverð á söðurhluta Svíþjóðar í Danmörku er miklu hærra heldur en hér. Ég veit ekki hvað verð á góðu ræktarlandi er hérlendis og ég veit ekki hvort þeim gögnum sé safnað. Ég býst við að sé hægt að nálgast þau. Ég veit að það er eitthvað sem Landsnet er til dæmis að nota við að rekna út bætur til landeigenda. Þannig að það er hægt að nálgast þessu gögn en við erum ekki með þau og ég veit ekki til þess að þeim sé safna skipulega neinstæðar. Aftur ég held að sé gríðarlega stór breytileiki innan landsins, aftur besta landið er best í allt og ég held að sé líka eitthvað sem getur þróast mjög skyndilega yfir tíma. Ég held að við höfum séð til dæmis á árunum, góðum eftir árunum rétt fyrir hrun, hvernig landverð á sums staðar í rauninni margfaldaðist á tiltölulega skömmum tíma. Ég held að við séum tiltölulega stutt frá því að sólarorkuver geti orðið hagkvæm líka á Íslandi. Það gæti haft á tiltölulega skömmum tíma í för með sér mjög mikla eftirspurn eftir aftur besta landinu, það sem er sólstundum. Þannig það er alls konar svona hlutur sem gera þetta að verkum að það er erfitt. Ég held að allar svona hömlur eins og stálum hljóti að leiða til lækkunar á landverði og þess vegna er þetta einmitt eitthvað sem við þurfum að stíga mjög varlega til jarðar með. En stundum er það lítið á það sem jákvætt. Einmitt til þess að það sé auðvelt að taka við jörðum, það er erfitt að taka við dýrum jörðum. Þannig að það er svona, já, það getur verið bæði kostur og gallar við það. En ég held að það sé líka eitthvað sem kannski panelin ætti að svara. Já, vísa þessu til panelsins, viljið kommenta? Bara kannski rétt aðeins að jarðverða. Þetta er eitthvað sem við höfum alveg haft áhyggjur af náttúrulega einmitt í nýliðinni fyrir austan, sko. Eins og við varum komin inn áðan, hvað er að gerast að jörðunum er skipt upp til þess að sé möguleiki að kaupa þær. Og auðvitað, sko, eftir því sem eru fleiri hektara seldir saman að þá lækkar verðið. En hektaraverð á Suðurlandi er orðið gríðarlega hátt og þú veist, það er erfitt orðið fyrir hefðbundinn landbúnað að keppa við þessi verð. Og er bara, já, sem sagt að bændur að stækka og annað. Þetta er orðið mjög þungt. En kannski einhvern tímann einmitt í framtíðinni, ég held að það gerist og hljóta að gerast á endanum hvort það er eftir 50 ár, 100 ár og 200 þegar að land til landbúnaðarframleiðslu verður orðið verðmætara heldur en land undir hótel eða gististarfsemi eða eitthvað. Það hlýtur að snúast við á endanum og möguleikarnir eru náttúrulega til ræktunar eru svo gríðarlega miklir. En ég held að þú veist til þess að hvort það er hægt að gera þetta sem sagt stýra þessum einhverjum reglum eða ég held að þetta er mjög erfitt af því að auðvitað er bara hlutarnir eðli vill hver á einn eigandi hagnýta sína eign sem best og fá sem mest út úr henni og þú veist, þú getur selt land í dag sko fyrir 40 milljónir sumarbústaðaland en það er bara 2 milljónir til landbúnaðarframleiðslu. Það er svona, já, það er mikil skekkja. Bara gerur svo vel. Bara aðeins að ekki miklu við að bæta annað en bara gömul sög og ný og kannski bara einn af elstu já, svona því sem við hefum fylgt skipulags gerð frá upphafi er það að skipulagsákvarðanir hafa áhrif á landverð og einmitt eins og hér kom fram að sumarbústaðalóðin hún er með mun hærra verð per hektara heldur en bújörðin almennt og ég held þannig að sko það held ég að sé alltaf óhjákvæmilegt og þá svo getur það leitt okkur inn í þá aðra umræðu sem er kannski hefur verið meira svona aktúel í þéttbýlinu sem er hvaða leiðir höfum við þá til þess að eiga við það að hugsanlega innheimta einhvern ávinning af þessum mikla virði sem að skipulagsákvarðanir geta haft í för með sér til samfélagsins og allt það, en það er kannski önnur umræða. En mér langaði aðeins bara gagnvart þessari mjög svo áhugaverðu spurningu sem kom hér verðmæti lands í samanburði við önnur lönd og að rétt að stinga inn til viðbótar við Svar Torfa að
Það dæmi meðal þessara ríkja sem við skoðum, man í svip ekki hvað það og Torfi líklega til þess að hafa það í kollinum, það sem einmitt sko verðstýring að einhverju leyti eða svona verðkontról af hálfu stjórnvalda á verði í viðskiptum með bújarðir. Man ekki hvaða land það var af þeim sem við skoðum, en það eru dæmi slíkt semst í okkar nágrannalöndum til þess að hamla því að það rjúki upp úr öllu valdi af einhverjum spekulöntum sem hafa annað í hyggju heldur en kannski yrkja landið. Já, þetta bara mjög stór spurning vegna þess að hér erum við með hringrás hagsmuna sem að eiginlega ganga ekki upp á endanum því að við viljum tryggja matvælaöryggi og til að geta tryggt matvælaöryggi þurfum við land til að framleiða. Það land verður þá að vera arðbært, en ef það ekki arðbært og við búum við erfiðan og stutt tímabili ræktuna hér á Íslandi og það getur erfitt að ná upp hagræði per einingu, að þá önnur not á landinu sem eru verðmætari. Ef við erum síðan með frjálsa eign á landi og frjálsa eignasölu og þá fer það náttúrulega þangað þar sem að landið hvað verðmætast, sem dregur þá úr matvælaöryggi. Ég held að ráðherra sé með svolítið skemmtilegt verkefni í höndunum við að reyna að finna út af því hvernig þetta verður búið til í jafnvægi. En það góða við það og það sem skýrslan segir okkur að það ekki til ein réttlausn. Var það góður fyrir? Já, vegna þess að það þarf að skoða þetta fyrir hvert og eitt land og þær aðstæður sem þar eru. Og þar eru við í lykil aðstöðu í dag. En nú tíminn okkar að styttast. Nú fyrir síðasti séns að koma spurning úr sal. Engin spurningur, já, leiðum eina spurningu viðbútt á sal, svo ætla ég að leiða ykkur að kommenta í lokinu í pallborðinu og svo tekur rektor við og lokar eins og ég hver á sviðinu og hún vísar okkur síðan fram til þeirra veitingar sem þar eru. En gjör svo vel úr sal. Já, komið sæl aftur, Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtakanna. Það sem að vakir fyrir mér með fyrri spurningunni kannski hversu álíkjandi að við hröðum á sér vinnu, auðvitað vöndum við okkur, vegna þess að mögulega land á Íslandi það ódýrt í dag og skortur á landi víða í kringum okkur að við þurfum að vera búin að grípa inn í og setja niður lappirnar áður en að hinn raunverulega ásælni og uppkaup erlendra aðila á sér stað. Það svona punkturinn sem ég að reyna að koma að. Já, erum við í lykilaðstöðu til þess að grípa inn í áður en að barnið dettur í brunninn. Við verðum að fá að segja einn punkt hérna áðan að því það var minnst á að það væri það bil að verða mögulega arðbært að vera með sólarorku og að því að Norðurlandi hefur ekki fengið að njóta ferðaþjónustunnar og þá vitum við alltaf ef að sólarorkan fer að virka þá hlýtur það alltaf að vera fyrir norðan en ekki. En árétta punktan ykkar gagnvart verðmæti lands og hvort að núna sé þá staðan til þess að við hugsum til lengri tíma og hugsum mjög vandlega sem væri skilaboð til stjórnvalda og svo bara eitthvað loka komment áður en við ljúkum í dag. Þannig bara byrjum hér sæjun og förum yfir panelin 1, 2, 3 og 4. Gjörðu svo vel. Já, ætlum við ekki bara kannski einna helst að reyna að fá svona skýrari afmörkun og stefnu ætlum við að styðja við innlenda landbúnaðarframleiðslu? Ef svarið já, hvernig? Að það myndi hjálpa svo ótrúlega mikið fyrir okkur í sveitarfélögunum og skipulagsmálunum að fá svona skýrari stefnu ef þetta það sem við ætlum að gera. Þá verðum við einhvern veginn að ná framfylgja og þetta þarf alltaf að fara saman hljóð og mynd. Hins vegar bara mjög skýrt allavega í Skagafirðinum að það mikill landbúnaður og að halda áfram og við höfum ekki verið að berjast við neina svona aðra landnotkun sem að vill hrifsa það land frá sér, allavega enn sem komið, en eitthvað í ferðaþjónustu en ekki mikið. Og við erum einn aðeila sem á þó nokkuð mikið af jarðum í Skagafirði og hann þurfti að fá undanþágu frá ráðuneytinu til þess að kaupa og það ferðaþjónusta. Þannig að við erum með dæmum það líka en einhvers einn aðeila, allavega svona stóran en á meðan að þetta svona staðan eins og í dag hjá okkur, það þetta ekki vandamál en við sjáum alveg í framtíð verður þetta vandamál og alveg sem Trausti nefna. Hvað ef að koma erlendir aðilar og vilja fara að koma inn? Þannig að við þurfum að vera kannski einmitt á undan, vera tilbúin áður en þetta skellur á okkur en eins og staðan í dag þá þetta eitthvað sem við búum ekki við en við sjáum mörg önnur sveitarfélög vera að díla við þetta þessi eiginlega togstreita, fyrst fjármagni og það þessi fjárhagslegur hvati
og það er mjög erfitt fyrir sveitarstjórnarfólk að segja nei. Það er bara þannig. Já, kannski bara gríp til þess að botna þetta líka því að sko, þetta verður þess líka valdandi og það er eftirspurn að byggðirnar í sveitunum okkar eflast. Af því að þarna kemur, ég er ansi hræddur að í mínum svona dreifðari byggðum að það væri ekki fyrir aðra atvinnustarfsemi eins og ferðaþjónustu að þá væri hefðbundinn landbúnaður, hann væri farin líka sko, því að þetta hefur bara hjálpað svo mikið til. Ég ætlaði svo sem ekkert að fara meira út í verði, ég ætlaði kannski aðeins að nefna sko, það er bara frábært að við séum að taka þetta núna og við ætlum að gera þetta saman og þetta krefst mikillar samvinnu og þetta krefst mikillar gagnaöflunar sem þið eru þá náttúrulega byrjuð á og við erum að gera. Og ég held sko hvert og eitt sveitafélag og bara náttúrulega lítil sveitafélag eins og flest sveitafélag á Íslandi, við getum ekki verið ein, við þurfum einhvern veginn að ná þetta saman, hvort sem það er í svæðisskipulag eða einhvern annan hátt, ég til að það væri mjög spennandi nálgun. Varðandi landbúnaðarland, til dæmis bara sveitafélag á Suðurlandi, eða við nefnum sem dæmi, við vinnum svæðisskipulag fyrir Suðurhálendið, af hverju ekki taka fyrir ræktarlandið saman. Og af því að þið myndu svolítið mikið á lögbýliskrána. Hún er náttúrulega bara mein gölluð sko og hefur alltaf verið, af því að það er bara ekkert að marka hana, af því að í rauninni sá tilgangur sem var með upphafi, hann er ekki lengur til staðar og ég meina allar þessar lóðir, ég gerist það sekur líka, ég bý 861 sko á 5 hektara með hestana mína og svona og á hérna landbúnaðarlandi en ég er ekki að skráða lögbýli, heldur að þetta er landbúnaðarland og ekki skráð sem íbúðarhús og ekki breytt landnotkun, en það er ekkert lögbýli og ég held að flestar þar lóðir sem er verið að skipta út í dag, þær er ekkert að ná sér í lögbýli, af því að hvatinn til þess að ná í lögbýli, hann er nánast engin. En annars bara þakka þið óbúslega vel fyrir og takk fyrir að fá tækifæri að vera með ykkur, þetta er búið að vera virkilega gaman, ég geti talað endalaust þessu mál. Takk fyrir það, tækifæri til að sýra eftir, en við höldum áfram með pallborð okkar, gjörðu svo vel. Já, mér langar kannski líka bara að nefna það sem við höfum ekki talað hér og skiptir náttúrulega rosalega miklu máli varðandi allar þessa ákvarðanatöku, varðandi skipulag og allt þetta. Það hefur verið náttúrulega vandamál að landupplýsingakerfin okkar hafa ekki verið að tala saman, allar þessar ríkisstofnanir með sitt hvert sko ég veit ekki hvað þetta heitir, gagnasett eða gagnagrunnar. Þegar Landgræðslan og Skógræktin sameinuðust fyrir 2 árum síðan þá var bara herregúd sko, það er hérna, já, ert þú að vinna á þessu landi? Já, ég er að vinna á þessu landi líka og það vissi engin neitt sko, þannig að hérna, þetta er áskorun fyrir okkur, þannig að við bara verðum að mínu mati að kippa þessu liðin að ríkisstofnanir séu að vinna í sama umhverfi og við séum að aðgengileg gögn. Gögninni eiga ekki að vera eitthvað prívat mál hverju stofnunar, við bara vinnum þetta saman. Nú varðandi þess að verðmætasköpun og verðmæti lands, þetta náttúrulega hangir saman. Ég er úr Skagafirðinum, dásamlegt að sjá hvað fólk sækir í að koma þangað og búa þar. Það er bara unga fólkið, það búið mjög mikil uppbygging undanfarin ár og bara frábært og það er, og af því ég var að tala um flokkun landbúnaðarlands og áðan, þessi hvatar verðmæti landsins, við getum náttúrulega búið til verðmætara ræktarland með því að sinna landinu vel, með því að skapa skjól utanum, ef það eru fáar daggráður, þá getum við kannski aðeins lyft þeim upp með því að skapa skjól í kringum akran okkar og þannig að bara með því að sinna landinu okkar vel þá erum við að gera jarðirnar mikið, ekki bara verðmætari, heldur það sem að mér finnst vera lykilatriði eftirsóknarverðari til búsetu fyrir unga fólki okkar. Þannig að það sé gaman að taka við jörðu í góðum rekstri. En já, við hjá Land og skógi við erum að sinna alls kyns verkefnum bæði í samstarfi eða erum að veita ráðgjöf og styrki til prívat aðila en líka á ríkisjörðunum og já, bara mörg stór og skemmtileg verkefni sem að já, við getum aðstoða með ef einhver hefur spurningar. Takk fyrir það, gjörðu svo vel, það er mikið kallað eftir skipulagi og gagnsæi, þannig að skipulagsfræðin koma hér sterk inn í lokin. Ég get byrjað á því að segja að ég tek eiginlega bara undir allt sem að sessunutar mínir hafa sagt hér í þessari loka umferð. Best og örugglega fleygust verða ummæli sveitarstjóra Rangárþings eystra, það er ekkert að marka lögbýlaskrána. En ég tek undir það að allavega vissu marki, en leið er svo mikið grundvallaratriði að það sé til áreiðanleg skrá bújarðir og landbúnaðarland.
það blasir við, þar sem við skiljum eignarhald, staðsetningu, stærðisbylgna og allt þetta hér. Það alveg frálegt að við höfum ekki slíka skrá og gagnagrunn. Þannig og það lítur bæði að jörðunum sem ekki í skránni og líka öllum þeim spildum og lóðum sem í skránni og kannski ekki erindi þar. En alveg endingu þá langar mig að svara beint spurningu Trausta og svarið einfalt já. Það ekki spurning í mínum huga að þetta tímapunkturinn til þess að taka á þessum málum vegna þess að það geta verið á sjóndeildarhring á allra næstu árum eða lengri inn í framtíðinni áskorunir sem að við þurfum að vera undirbúinir fyrir. Takk hérlega fyrir það og það eru fín lokaorð til þess að færa yfir til rektor sem með stuttar samantekt og lokar þessu fyrir okkur. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Eyjólfur. Ráðherra og aðrir góðir gestir. Bara virkilega gaman að vera með ykkur hérna og svo gaman hvað góð þáttaka hérna hjá okkur í sveitinni á Hvanneyri og líka á netinu. Mér langar til að þakka ráðherra sérstaklega og starfsfólki ráðuneytisins fyrir að vinna að þessu með okkur. Eitt af svona góðum verkefni sem við höfum unnið saman, eitt af mörgum. Mér langar líka til þess að þakka skýrsluhöfundum, Torfa og Hlakk fyrir góða vinnu og greinilega þarf að kafa aðeins dýpra heldur inn í lögbýlisskrána í áframhaldinu. Sömuleiðis þakki til Hrefnu fyrir gott erindi og til ykkar, Anton og Sæunn fyrir að vera með okkur. Líka gott að hafa formann Bændasamtakanna hér. Hann ætti náttúrulega að vera hérna í panel með ykkur og Halla Hrund líka sem fulltrúi þingmanna. Gott að hafa svona fólk frá hinum ýmsu áttum hérna með okkur. Og ég sé nú klukkan nú að verða 12 þannig ég ætla nú bara kannski að stytta aðeins mál mitt og vera ekki að endurtaka hér það sem þið hafi verið að segja þó ég hafi verið mjög dugleg að skrifa hérna niður punkta og gæti hér haldið mjög flott erindi upp úr því. En sko það var svo mikill samhljómur í þessu hjá ykkur. Þið fóru bara vel yfir þetta hvað við stöndum frammi fyrir að við erum að nýta þriðjung af landinu okkar, góðu landbúnaðarlandi til búrekstrar og kom fram hérna í máli ráðherra og ykkar líka og svona brýnt að kannski við förum svolítið vel yfir hlutina, laga umhverfi og reglurnar og svona finnum þetta jafnvægi milli eignarréttar og hagsmuni þjóðarinnar. Og það kannski vel við hæfi að hafa Eyjólf og bestu þakkir til hans líka fyrir að stýra þessu hér sem hagfræðing, af því að þetta fer nú að snúast kannski ekki bara skipulagsmál heldur líka mikið hagfræði og Anton kom vel inn á það og Sæunn líka og Trausti að horfa á þetta líka út frá hagsmunum bænda og þeirra sem kannski svona að sjá fæðuöryggið hjá okkur og hvernig þeirra rekstur lítur út og það náttúrulega svolítið svona eins og Anton kom skýrt inn á að það svolítið lykilatriði að það þarf að lifa af þessu og líka það sem Sæunn sagði hér áðan starfsöryggið þegar þú ert kannski bara að fá stærðar hagkvæmni þinnar jarðar byggt á því að leigja frá öðrum og þú veist ekkert hvort að eigandi þess jarðar tekur allt í einhver ákvörðun að selja og það fer í einhverja aðra átt. Þannig að þetta ekkert einfalt og það margir hagsmunir þarna og oft stýra nú peningar miklu hjá okkur en mjög brýnt held ég eins og Trausti kom inn á að horfa núna til framtíðar og taka ákvarðanir sem að geta örugglega verið erfiðar af því að eins og maður segir það margir hagsmunir þarna undir en ég held við getum verið sammála að landið okkar mun aukast í virði og kannski náttúrulega þegar byrjað en það getur bereist mjög hratt og ég held líka við þurfum að skoða með erlenda aðila þó að það komi fram í skýrslunni að þetta séu fáir aðilar og svona kannski svona eins og það þurfum kannski ekki að hafa miklar áhyggjur af því en ég held við þurfum að hafa áhyggjur af því og ég held við þurfum svona kannski að horfa aðeins svona inn í kristalkúluna og ímynda okkur hvað framundan, hvað það sem við sjáum bara handan við hornið
og ef það eru uppkaup erlendra aðila og auki virði jarða þá er virkilega tímapunkturinn til að bregðast við. En svona samantekið kannski þá þurfum við betri yfirsýn, við þurfum betri gögn, skýra framtíðarsýn og svona regluverkið og umgjörðin og svo kannski loks þriðji aðilinn svona frá mér eftir þetta að jafnvægið á milli. Hvernig við finnum svona bestu leiðina með hagsmuni bæði eignaréttar en líka svona þjóðarhagsmuni og það er kannski verkefni ráðherra og við auðvitað viljum taka þetta verkefni áfram með ykkur og búum að því að vera hér með svona þverfaglegt teymi hjá okkur sem að nær frá skipulagsmálum í gegnum umhverfismál og til landbúnaðarmála og svo auðvitað með hér mjög góðan ráðgjafa sem hefur starfað með okkur í þessu og ég treysta á að verði áfram í teyminu og svo Eyjólfur komin inn hér með hagfræði bakgrunn sinn. Þannig að við tökum þetta mál áfram og ég tek bara undir það að það sé betra að vinna þetta hraðar en hægar. En það eru veitingar hér frammi og ég held að við fylgjum bara Eyjólfi, hann veit betur en ég hvar þær eru að finna.